hvað sem þið viljið í hringnum. Hvað er að fara? Hvenær er ekki matur?
Komið sæl, settur fundur Öldungaráðs Reykjavíkur og borgarstjórnar Reykjavíkur hér í Ráðhúsinu þriðjudaginn 14. nóvember klukkan 14. Efni fundarins skipulag aldursvænnar borgar, hvernig? Og áður en við göngum til dagskrá vil forseti tilkynna það að við erum að gera hliðra pínulítið til. Eftir ávarpi Guðrúnar Ágústsdóttur mun Pétur Gunnarsson rithöfundur koma á eftir ávarpi hennar, þannig við gerum örlitlar breytingar og langar mig til þess að bjóða gesti hjartanlega velkomna. Þá ekki annað en að ganga til dagskrár og byrjum á ávarpi borgarstjóra. Gjörðu svo vel, Dagur B. Eggertsson. Takk fyrir, fundarstjóri og formaður Öldungaráðs, Öldungaráð, borgarstjórn og kæru gestir. Það sérstaklega ánægilegt að vera með ykkur hérna og velkomin í Ráðhúsið. Við erum núna í þriðja sinn á sameiginlegum fundi Öldungaráðs og borgarstjórnar og ég segi ekki að megi stilla klukkuna eftir þessum fundum en allavega þá þetta jafn áreiðanlegt og dagatal og ég held raunar að ýmsir í íslenskri pólitík mættu taka sér þessa festu og þann þrótt sem í starfi Öldungaráðsins til fyrirmyndar því á síðasta fundi vorum við hér sérstaklega með fulltrúa þeirra framboða sem voru í framboði til alþingiskosninga fyrir ári síðan. Þannig að það sem búið að kjósa tvisvar til alþingis á milli árlegra funda Öldungaráðs og borgarstjórnar. En þetta mikilvæga vettvangur og við af hálfu borgarstjórnar og ég veit að ég mæli þar fyrir munn allra en líka stjórnsýsluborgarina við sækjum í þetta samtal og ykkar starf næring og innblástur í því sem við erum að vinna á vettvangi borgarinnar. Þar af mjög miklu að taka þegar öldrunarmálin eru annars vegar og þegar við erum að ræða öldrun eða aldursvæna borg eins og okkur orðið tamt á tungu að þá held ég að við áttum okkur strax á því að flest af því sem við gerum þegar kemur að umhverfi borgarinnar og hennu byggða umhverfi nálgum við þjónustu annað sem miðast að tilteknum hópum með sérstakar þarfir eins og þeim sem eru farnir að eldast að þá erum við oftar en ekki að gera breytingar í borginni sem gagnast miklu fleirum. Þetta sjáum við reyndar líka þegar við erum að bæta aðgengi til dæmis fyrir hreyfihamlað eða fatlað fólk að þá erum við iðulega að bæta aðgengi fyrir marga aðra. Þegar við erum að gera heimasíðu borgarinnar auðlæsilegri fyrir þá sem að það þurfa sérstaklega erum við iðulega að mæta áskorunum sem að leiði til þess að við einföldum mál okkar þannig að það berist betur til allra en ekki bara þeirra sem þurfa sérstakrar athygli við. Og þetta á sérstaklega við þann málaflokk sem við ætlum að gera skil núna á þessum fundi sem samband í raun öldrunar og skipulags. Hvað getum við sagt það? Við getum sagt mjög margt það. Mikið af því kemur inn í verkefni aldursvæn borg en eins og þið vitið og við höfum fjallað hér áður að þá erum við núna að undirbúa í raun það sem að forminu til umsókn það að teljast aldursvæn borg hjá Alþjóða heilbrigðismálastofnuninni. Þar tekið á fjölmörgum þáttum og við höfum unnið það í frábæru og góðu samstarfi við eldri borgara í Reykjavík og Öldungaráð og félag eldri borgara. Og það sem augljóst þar að skipulagsmálin eru ákveðin lykill, ekki bara vegna þess að það einn af málaflokkunum sem fjallaður útisvæði og byggingar og samgöngur, en hinir þættirnir eins og húsnæði, félagsleg þáttaka, virðing, félagsleg viðurkenning, virkni, að þetta
eru þættir sem að skipulag hefur bein áhrif á. Það hvort að við treystum okkur til þess að vera á götum úti á kvöldin hefur með það að gera hvernig húsin standa við götuna, hvort að götunar séu upplýstar, útisvæðin, hvort að sé annað fólk á ferli en ekki bara við. Það hvort að við upplifum okkur örugg og þess vegna það ljóst og hefur orðið æ ljósara á síðustu árum hvað skipulagsmálin skipta miklu máli. Við höfum verið að huga sérstaklega að þessu eiginlega á forsendum heilbrigðis og jákvæðrar og uppbyggilegrar öldrunar. Og við vorum svo heppin að fá Ellert B. Schram, sem nú orðinn formaður Félags eldri borgara í Reykjavík, til þess að leiða hóp sem gerði tillögur í 28 liðum í því sem að mætti gera og væri skynsamlegt að gera til þess að auðvelda þeim sem væri komnir á 3. æviskeiðið eða nálguðust að hreyfa sig og sækja sér hreyfingu. Og það eru fjölmörg verkefni sem eru komin í farveg og orðin að veruleika úr þessum tillögum. Eins og kannski sem lá svona beint við var að byrja á því að lækka aldurinn sem veitir ókeypis í sund og menningarstofnanir, þannig að við færðum aldurinn úr 70 árum í 67 að tillögu nefndarinnar og erum núna að undirbúa í samstarfi við Félag eldri borgara að það verði gefin út sérstök heilsu- og menningarkort á handhafa fyrir alla íbúa borgarinnar sem eru orðnir 67 ára, þannig að þetta sé áþreifanlegt og fólk viti þetta vegna þess að eitt af því sem að hópurinn benti á og lagði þessna til að svona kort væru gefin út var að það vissi ekki allir af þessum afsláttum og því sem í boði væri. Þannig að við ætlum að taka hugmyndin heilsu- og menningarkort aðeins lengra og erum búin að tillöguhópsins líka að vera að kortleggja hvaða heilsutengda framboð í boði í borginni og í hverju hverfi. Þannig að með kortinu yrðu þá sendar upplýsingar framboð heilsueflandi og heilsutengdrar þjónustu í hverju hverfi og í borginni í heild. Þannig að þetta sé skýrt. En inn í það fléttast raunar þjónusta og ekki bara þjónusta kannski í þessari hefðbundnu merkingu, heldur líka þjónusta eins og það að moka, sópa og sanda. Og einhver jákvæðustu samskipti sem ég hef átt við eldri borgara í borginni undanfarin ár og þau hefjast oft mjög snemma á morgnana frá ánægðu eldra fólki sem furðu lostið við því að venjulegu göngustígarnir séu núna hirtir eins og klukka eða hanagal eða eitthvað snemma morguns, þannig að það þurfi ekki að hætta að fara en hefðbundna hring þó að snjói eða geri einhver veður. Og þannig finnst mér þetta eiga að vera í góðri borg. Við höfum smá verið að þróa þessi þjónustu, gera hana betri og svona viljum við að þetta sé. En við höfum líka fengið fjölda ábendinga að hér og hvar mætti fjölga stöðum til þess að hvíla sig á göngum og þess vegna höfum við verið að fjölga bekkjum í hverfunum, bæði að ábendingum einstaklinga, að ábendingum hverfana sjálfra, en líka frá hópum eins og Korpúlfum upp í Grafarvogi sem hafa verið að kortleggja þetta fyrir okkur. Því að við viljum að fólk sem jafnvel þarf að styðjast við göngugrind geti komist í borgarlandinu og þumalputtareglan svo ef að þeir sem eiga erfitt gang eða eru fótafúnir geta farið að þá það líka í lagi fyrir aðra. Þannig að það sem gott fyrir þá sem eldri eru eða eru styrðir til gangs að öðru leyti, það líka gott fyrir okkur öll hin. Og stóra verkefnið
sem á að ná utan þetta í heild sinni í hverju hverfi hverfaskipulagið. Þar farið í sérstaka kortlagningu út frá gátlistum sem horft á í samvinnu við landlæknisembættið og á að tryggja að við séum í hverju hverfi að tryggja markmið heilsuborgarinnar ná í gegn. Og fyrstu hverfin sem við tókum í gegn voru Árbær og Breiðholt og síðan Holt og Hlíðar og erum að byrja núna upp í Grafarvogi og Kjalarnesi ef ég man rétt og þar verður þetta líka gert og síðan koll af kolli en auðvitað erum að vinna samhliða í öllum hverfum að því að smá fjölga bekkjum, ég vil þó ekkert sé komið hverfaskipulagið. En ég vildi nefna alveg sérstaklega, þó við séum að tala skipulag, þá erum við kannski líka að tala svona þetta félagslega skipulag. Það er að segja hvaða samtakamátt eigum við til þess að nýta innviðina og það sem til staðar Þar getum við sem borgin gert okkar með því að kynna hluti, en þar höfum við kannski átt meira og betra samstarf við félag eldri borgara á síðustu árum. Allavega segi ég fyrir mína parta að mér hefur þótt alveg gríðarlega vænt það. Við erum auðvitað í samstarfum að byggja íbúðir fyrir eldri borgara upp í Mjódd og vonandi víðar í kjölfarið og við höfum verið í samstarfi reyndar skattamál nýverið þar sem að við áttum mjög gott og farsælt samstarf við félag eldri borgara og forystu þess við að auka töluvert afslætti sem að eldri borgarar með minni og millitekjur fá af greiðslu fasteignaskatta í Reykjavík. En síðast en ekki síst í gegnum samstarf við félag eldri borgara að auka samstarf annarra félagasamtaka í borginni. Og þar ég að tala ekki bara íþróttaforystumannin Ellert B. Schram heldur handrukkarann Ellert B. Schram. Ég kynntist alveg nýri hlið á honum þegar ég áttaði mig á því að hann var persónulega að hringja í íþróttafélögin í borginni til að fylgja eftir stefnumörkun borgarinnar að íþróttafélögin kæmi til móts við eldri borgara með framboði í sínu starfi. Og honum gekk mjög vel og gengur greinilega mjög vel því að Fjölnir komin með eldri borgaradeild og nýja frábæra fimleikaaðstaðan í Grafarvogi stendur núna opin fyrir þá sem vilja fara í alls konar leikfimi þar. Íringar voru mjög fljótir að taka við sig, margir gamli frjálsíþróttagarpar þar til að mynda, þó að heiti sem þau völdu á félagskapnum sem sem IRA sé þannig að ég held að keppnisferðir til Englands, ég hef ekki kannski það sem ætti að vera efst á dagskránni, en þetta sem aldraðir sem að kalla sig IRA. Valur komið með mjög metnaðarfullt prógram sem var til þess að Ellert herti tökin á káeringum og ég hugsa að þeir fari af stað mjög fljótlega með ekki síðra prógram og fleiri félög munu án efa fylgi kjölfarið. Það þetta sundleikvim í sundlaugunum og jóga ótrúlega víð og við erum að fara að kynna þetta meira og meira á næstunni. Ólöf Örvarsdóttir mun fara yfir skipulagsþáttinn ennþá betur en ég held að við eigum að muna eftir þessu heildarsamhengi. Hið byggða umhverfi skiptir ótrúlega miklu máli fyrir það sem gerist eða gerist ekki á götum úti, torgum og í mannlífinu. En félagslegi þátturinn og hvernig við skipuleggjum hann, að við munum, við erum ekki bara einstaklingar, heldur samfélag sem þurfum að hugsa og annast hvert annað, þurfum að passa upp á að allir séu virkir og búa ekki við einangrun, að það skiptir líka gríðarlega miklu máli til þess að eiga aldursvæna borg, það borgin sem við viljum þróa, eiga og sjá blómstra. Og við búum þar að gríðarlega góðum grunni, bæði innviðum, fólki og félagsauði. Ég hlakka til að heyra brýningarnar hér á eftir og verkefnuna á þessum vettvangi fram á við. Takk. Þá borgarstjóri lokið máli sínu og næst komið að ávarpi formanns öldungaráðs
Guðrún Ágústsdóttir, gjör svo vel. Forseti, borgarstjóri, borgarfulltrúar, fulltrúar í Öldungaráði, góði gestir. Í nýafstaðinni kosningabaráttu myndust ýmsir frambjóðendur á gamalt fólk. Þar var stundum dregin upp sérkennileg mynd af okkur. Við værum flest hjálparþurfi vegna fátæktar, fötlunar og annarar hömlunar. Við værum óhugnanlega mörg, öll meira og minna hjálparþurfi og meira og minna öll á biðlista eftir hjúkrunarheimili svo í ýki smávegis. Á sama tíma var talað hvað við ættum voðalega bágt, voru 2 vísindakonur frá Menntavísindasviði Háskóla Íslands, það er Amalía Björnsdóttir og Ingibjörg K. Harðardóttir, að kynna niðurstöður úr samanburðarkönnun sem þær gerðu árin 2006 og svo aftur 2016. Og hópurinn sem kannaði var á aldursbilinu 67 til 85 ára. Niðurstöðurnar sýna allt aðra mynd en þessi úr kosningabaráttunni og orðræðunni okkur yfirleitt. Í fyrsta lagi kemur fram í könnuninni að eldra fólk styður fjárhagslega við bakið á afkomendum sínum og öðrum sínum nánustu þegar það getur. Og í öðru lagi kemur fram að eldra fólk á kafi í sjálfboðavinnu við að sinna barnabörnum og ungum ættingjum. Ef við skoðum fyrst fjárhagslega aðstoð þá kemur í ljós að fjárhagslegur stuðningur sem aldraðir veita hefur aukist á þessum 10 árum. 2016 höfðu 40% hópsins keypt fatnað, heimilistæki og aðra nauðsynjar handa afkomendum sínum miðað við 27% 2006 og 60% höfðu árið 2016 lánað eða gefið peninga miðað við 54% 2006 og þriðjungur aldraðra hafði greitt fyrir námskeið og tómstundastarf árið 2016 miðað við fjórðung 2006. Varðandi hina félagslegu aðstoð þá eru afar og ömmur, langafar og langömmur upptekin við að keyra, sækja, passa og svo framvegis. Marga þekki ég sem horfast í augu við að án þessarar mikilvægu aðstoðar hefði lífið orðið mun erfiðara og tækifærin takmarkaðri í mörgum tilvikum. Ég lít nú í eigin barm. Ég ekkert að tíunda tölur hér frá þeim stöllum hjá Menntavísindasviðinu. Við þekkjum þetta öll, bæði sem veitendur, afar og ömmur og langafar og langömmur og þiggjendur. Það ekki eingöngu barnabörnin sem njóta þessarar umhyggju, það gera líka vinir og aðrir aldraðir. En gefum þessum 2 vísindamönnum orðið. Þeir, það aldraðir, ekki bara þiggjendur heldur leggja mikið af mörkum og mynda öryggisnet í fjölskyldum. Leið og þetta mikla framlag þeirra verður sýnilegt, breytist staða og sjálfsmynd eldri borgara sem eru nýtir þegnar í samfélaginu, segja þær. Það ástæða til að kanna það hvort við sem nú erum 70 séum með betri efnahag heldur en kynslóð barnanna okkar og barnabarna almennt. Það ýmislegt sem bendir til þess að svo sé og ef svo þá auðvitað gráupplagt fyrir þá sem eru aflögufærir að styðja og styrkja afkomendur sína. En ef svo þá það líka alvarlegt mál ef efnahagur yngri kynslóðina mikið lakari en þeirra sem eldri eru. Ég nefndi hér í upphafi að auðvitað eru margir fátækir aldraðir til hér á landi, það staðreynd sem við megum aldrei gleyma. Þarna að ræða fólk sem auðvitað getur ekki lagt neinum lið fjárhagslega, en þetta fólk getur vel lagt lið félagslega með margvíslegum hætti. Í fyrra stóð Öldungaráði fyrir opnum fundi hér í ráðsalnum fátækt. Fyrirlesarar bentu á að 2 hópar aldraðra ættu sérstaklega erfitt. Í fyrsta lagi innflytjendur sem hafa komið hingað meðal annars vegna fjölskyldusameiningar og hafa búið hér í of stuttan tíma til að eiga rétt til yngra eða óverulegra bóta frá samfélaginu, það að segja Tryggingastofnun ríkisins. Þau fá því tímabundna fjárhagsaðstoð frá sveitarfélaginu, kannski verður ekki svo tímabundin. Lögum þarf að breyta til að koma til móts við þennan hóp, þannig að þau fái bætur eins og aðrir frá ríkinu. Í öðru lagi að ræða gamalt fólk sem skuldar mikið í húsnæðinu sínu
eða eignalaust fólk sem borgar háa leigu á erfiðum húsnæðismarkaði. Úrbætur í húsnæðismálum eru nauðsynlegar til að koma til móts við þennan hóp. Þetta eru staðreyndir sem samfélagið allt þarf að takast á við og það þarf að útrýma fátækt meðal aldraðra, það er unnt og það getur ríkt land gert. Reykjavík er aldursvæn borg, eins og borgarstjórinn nefndi. Við erum í samfélagi margra tuga borga sem tekur þátt í verkefni með því heiti á vegum Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar. Þessar borgir hafa skuldbundið sig til að vinna að úrbótum á ákveðnum sviðum sem lúta allar að því að gera borgirnar betri fyrir eldra fólk. Heyrist í mér eða ok. Tugir aldraðra tóku þátt í mótun þeirra stefnu sem nú er unnið eftir í þessu verkefni í Reykjavík. Í samþykktum aldursvænar borgir er bent á að aldursvæn borg er aðgengileg, aðlaðandi sem gerir öllum kleift að taka virkan þátt í samfélaginu og þar er komið fram við alla virðingu óháð aldri. Þar er auðvelt fyrir aldraða að halda sambandi og eiga samskipti við aðra og fólk er hjálpað að halda heilsu og virkni fram á efstu ár. Aldursvæn borg skapar öldruðum aðstæður til að vera virkir með öflugum tækifærum til heilsueflingar og samfélagsþátttöku sem allt eykur lífsgæði fólks. En hvað hefur þessi inngangur að gera með skipulag og arkitektúr í þágu aldraðra? Hvernig getur skipulag stuðlað að því að ná þessum markmiðum aldursvænar borgir? Þar eru ýmsar leiðir færar og yfirleitt getur það sem hentar gömlu fólki vel hentað öðrum aldurshópum líka, það gerir augaleið og aftur erum við sammála, ég og borgarstjóri. En hvað viljum við, þessi gömlu? Í hvernig borg viljum við eldast? Mitt svar við þessum spurningum er eftirfarandi. Við þessi gömlu viljum vera hreyfanleg, taka þátt í félagslífi, eiga auðveldan aðgang að góðum almenningssamgöngum og að það sé stutt á næstu stoppustöð. Við viljum geta gengið út í búð og keypt okkur í matinn, jafnvel út í apótek og heilsugæsluna, verið í nágrenni við græn svæði þar sem hægt er að tylla sér niður og gera æfingar eða nálægt menningunni, söfnum, leikhúsi, tónlist, bókasafni, veitingastöðum og kaffihúsum. Við viljum geta hitt gömlu og nýju vinina og komist í félagsmiðstöðuna þar sem sumir föndra, aðrir yrkja ljóð eins og gert er víða í Reykjavík. Eða hlaupa og hjóla í hópi jafnaldra Elliðaárdalinn eins og ungt, gamalt fólk, til dæmis í Árbænum, gerir. Já, og svo þarf að leggja hita í götur og stíga sem víðast. Til þess að sumir eða allir þessir þættir verða veruleika, þá þarf að aðlaga borgina og úthverfa hennar að þessari hugsun. Ég nefni hér góð borg til dæmis, býr yfir fjölbreytileika og sveigjanleika. Ein leið til þess er að leggja niður svæðisskiptaregluna sem heitir zoning á útlensku, sem felur í sér aðgreiningu íbúða, þjónusta og vinnustaða. Þessi regla skapar ekki líflegt borgarumhverfi, þvert á móti skapar hún einsleitt og eintóna umhverfi. Það þarf að byggja íbúðir eða breyta byggingum í eldri hverfum og þétta byggð í stað þess að byggja íbúðir í útjaðri borga þar sem hættan er á að myndist hverfi einsleitra hópa í stað blöndunar þar sem öllu ægir saman. Það er nefnilega gott að öllu ægir saman. Ungir, gamlir, hinsegin og fólk frá öllum heiminum, verslanir, smáiðnaður, fjölbreytileiki sem gerir borg að borg. Þessi nálgun vinnur gegn aðskilnaði og með fjölbreytileikanum sem skapast á nándinni við hið óþekkta og framandi. Það þarf auðvitað leigu íbúðir á viðráðanlegu verði fyrir alla. Skipuleggjendur þurfa líka að hafa markmiði að þjóðfélagi sé friðsælt og réttlátt. Og svo þarf að halda áfram markvisst þeirri mikilvægu breytingu sem verið er að gera á gatnakerfinu okkar svo það komi til móts við gangandi og hjólandi. Notkunin á stígunum sem lagðir hafa verið í stórum stíl fyrir hjól og gangandi víðsvegar um borgina sýnir líka hversu þörfin var orðin mikil. Og það væri frábært líka að fá fram breytingu á götum sem við erum hrædd við að fara yfir, bæði börn og eldri gamlir. Og það er mikilvægt að hægja á, minnka hraðan og gera þessar götur aðgengilegri, nefna bara Miklubrautina og ýmsar svona
hraðakstursgötur. Þétting byggðar lykilatriði í þessu ferli og forsenda þess að hér sé hægt að reka öflugt almenningssamgöngukerfi og það gaman að segja frá því að þar borgin okkar svo sannarlega á réttri leið. Þessi lýsing mín hér á undan hvernig góð borg fyrir gamla skuli vera síður en svo frumleg eða nýstárleg. Á allt þetta hefur verið bent af sérfræðingum í skipulagsmálum áratugum saman. En hér í Reykjavík hafa hlustirnar ekki verið þunnar að þessu leyti, fyrr en nú. Þessi viðhorf sem ég að lýsa birtust meðal annars í heimsfrægri bók Jane Jacobs frá 1961, The Death and Life of Great American Cities. Það sem sagt meir en hálf öld síðan þau sáust fyrst. Þau eru líka í bókinans Jan Gehl sem okkur að góðu kunnur, hann kom hérna í okkar boði 1995 og hélt erindi borgarumhverfi á Hótel Borg. Bókin hans heimsfræga Lífið mellum húsinu, úði aktiviteter og úði miljöur sem kom út 1971 hefur verið þýdd á fjölmörgum tungumálum. Og síðast en ekki síst nefni ég Peter Newman, Ástrala sem ásamt fleirum gaf meðal annars út lítið hefti 1992 sem heitir Winning Back the Cities og bækur þessara aðila voru mitt leiðarljós á árunum mínum sem borgarfulltrú og formaður skipulagsnefndar eins og skipulagssviðið hér þá. En þá var jarðvegurinn ekki mjög frjór fyrir svona hugmyndir. Og það líka sérstök andstaðan við stefnu borgarinnar í þessum málum nú miðað við þar sem að gerast allstaðar í kringum okkur. En hér þörfin á því að taka á þessum málum meiri en nokkur staðar annar staðar í nágrenninu. 83% borgarbúa held ég fara akandi í vinnuna. 83%. Eina borgin sem verri en við, sem myndi þá segja betri, Nikósía á Kýpur. Ef við tökum Oslo, við sem sagt 83%, Oslo 38%, það ansi mikið bil þar á milli, London 36%, Kaupmannahöfn 27% og Stockholm langbesta borgin með 23% aðila sem fara á einkabíl í vinnuna. En í þessum borgum, öfugt við okkar borg, var amerísk bílaborg aldrei markmiðið. Þar var fyrir löngu búið að sjá nauðsyninn á því að fækka bílum í borgunum og bjóða upp á annan valkost til að komast leiðar sinnar. Hér var furðuleg tregða við að horfast í augu við nýjan veruleika. Hér var bílinn á stalli og enn í viðhorfum fjölmargra. En viðhorfum breytast hratt. Ungt fólk vill búa niður í bæ, gamalt fólk vill það sama gjarnan. Að losa sig við stærri eignir og bækurnar til að flytja í minna húsnæði í grennd við iðandi mannlíf og menningu. Þessir þremenningar sem ég nefndi hafa bent á að einkabíllinn taki á mikið pláss, bílastæði við heimili, vinnustað, þjónustu, verslanir og svo framvegis og við getum skoðað nokkur svæði sem fara undir bíla. Hér hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu sjáum við risastóru bílastæðin við Costco, IKEA, Smáralind, Kringlu, Korputorg og svo framvegis. Þetta ekki síst okkar kynslóð, jafnvel aðeins eldri, sem notar bílinn eins og yfirhöfn í borg þar sem uppbygging almenningssamgangna stöðvaðist og gekk tilbaka fyrir nokkrum áratugum. Ég fagna því stóra framfaraskrefi sem sveitarfélögin hér á höfuðborgarsvæðinu hafa sameinast varðandi uppbyggingu almenningssamgangna. Allt skipulag þarf svo að lúta þeim samþykktum sem við höfum skuldbundið okkur til að uppfylla í loftslags- og umhverfismálum. Þar sé hugað að orkunýtingu, aðlögunarhæfni, sorphirðu, líffræðilegum fjölbreytileika, svo vitnað sé í fréttir af nýju verkefni sem borgin tekur nú þátt í, sem kallast Reinventing Cities og kynnt var í fjölmiðlum í gær. Spennandi. Ég hef hér á undan talað gamalt fólk eins og mig sem gamalt fólk, ég kann ekkert alveg við það, mér finnst ég ekki vera gömul en ég hef ekkert almennilegt orð, ég alin upp við það að gamalt fólk væri bara kallað gamalt fólk, svo til eldri borgarar og það til aldraðir, en stundum finnst mér ég vera ung öldruð eða gömul öldruð, en ég held að við þyrftum að fá einhverja frábæra smiði til þess að hjálpa okkur við að finna orð sem lýsa okkur
og komast nær því hvernig við erum í raunveruleikunum. Til dæmis mjög mikill munur á mér og mömmu og tengdamömmu sem kvöddu þennan heim fyrir ekki löngu. 20-30 ára munur á 70 ára og 90 ára sem sagt er gigantískur yfirleitt. Allt að lokum þetta. Hér ég fjallað almennt hvernig hægt að skipuleggja borgina þannig að við, þau gömlu eða ungu gömlu, getum séð lengur okkur sjálf án aðstoðar. Það upplagt að byrja strax að bregðast við breytingum á aldurssamsetningu þjóðarinnar, því fyrr, því betra. Við í öldungaráðinu erum tilbúin til samstarfs og í okkar 10 manna aðal- og varamanna liði eru mjög margar og breytilegar skoðanir. Manneskjan hluti af náttúrunni og þarf á henni að halda og manneskjan þarf líka á öðru fólki að halda. Manneskjan gjarnan gangandi lífvera, skipuleggjum borgin okkar þannig að við getum gengið sem allra lengst fram eftir ævinni okkur öllum til góðs. Takk fyrir. Þá hefur Guðrún Ágústsdóttir lokið máli sínu og við flytjum erindið á Íslendingaslóðum í Reykjavík. Pétur Gunnarsson rithöfundur, gjörðu svo vel. Já, komið þið blessuð og sæl. Ég ætla nú að byrja á því að biðjast afsökunar á því að ég skuli riðla hérna dagskráni, en ég sem sé í aðalhlutverki eldri borgara. Ég þarf að sækja 2 ára dreng klukkan 3. En þessi hugvekja sem að mig langaði til þess að flytja ykkur er nú kannski svolítið bara algjörlega út í bláinn, vegna þess að hún fjallar eiginlega söguna, mikilvægi sögunar. En það er mín skoðun að það gildi söguna svipað og hulduefnið í kenningunum alheiminn. Hulduefnið sem er ósýnilegt og engum hefur tekist að finna eða setja fingur á, en er samt talið standa fyrir 95% af efnismassa alheims. Og mér finnst sagan vera álíka. Hún er líka óáþreifanleg og ekki alltaf hægt að setja fingur á hana, en fyrir lífi í einni borg tel ég að sagan skipti þessu mikla máli, og þess vegna langar mig til þess að lesa fyrir ykkur þessa hugviki sem fjallar eiginlega bara þetta, söguna. Í öndvegisritinu á Íslendingaslóðum í Kaupmannahöfn leiðir höfundurinn Björn T. H. Björnsson í ljós þá borg sem við eitt sinn áttum í Kaupmannahöfn á meðan að hún var höfuðborgin okkar. Hann nefnir til leiks land okkar sem það lifðu og störfuðu og örlagasögurnar sem út frá þeim spunnust. Á bakvið þennan núverandi borg stígur fram önnur borg, ósýnileg öðrum en Íslendingum. Það er að segja þeim sem á annað borð hirða söguna. Þannig er Sívaliturninn ekki bara Sívaliturn, hann er líka uppgangurinn í Árnasafnsforðum þegar handritunum hafði verið komið þar fyrir eftir Kaupmannahafnarbrunann mikla árið 1728. Upp þennan snígilstiga gengu landar okkar sem unnu við að skrifa upp, gefa út, rannsaka og þýða fornritin sem var komið fyrir á kirkjulofti Þrenningarkirkjunnar sem stendur áföst Sívalaturni. Þeirra kunnastur er Jón Ólafsson frá Grunnavík, ritari Árna Magnússonar. Eða segiði Langabrú, vindubrúin yfir síkið sem fer upp þegar að skip þarf að sigla framhjá
og stoppar þá umferðin á meðan, alþekkt kennileiti kaupmannahafnarbúa, sem geta, ef í harðbakkan slær, notað hana sem afsökun fyrir að koma of seint. Brúin var uppi. En fyrir Íslendingi hún jafnframt staðurinn þar sem að Jón Eiríksson kaus að enda líf sitt, vonlaus orðin velferð Íslands, og Skúla Magnúsinni var það orði, þar gátu þeir farið með hann, nú úti Ísland. Og þegar við styttum okkur leið í gegnum Kongens hefu, erum við minnuð þess að þessa sömu stíga fór Jón Sigurðsson þegar hann var á leið til og frá heimili sínu við Östervolgæðu, oftar en ekki með hattinn aftur á hnakka í glöðum samræðum við einhvern landa og svo framvegis. Því borg ekki bara götur og hús. Borg ekki síður saga og leiktjöld þá sögu. Borgum misjafnlega lagið að halda þessari umgjörð til haga. Ég get nefnt borg sem ég átti heima í árabil á meðan ég var við nám í Suður-Fraklandi, borg á stærð við Reykjavík. Með nokkur ára fresti kem ég þangað aftur og borgin ævinlega í aðalatriðum sú sama. Sömu byggingar, sömu torg, sömu kaffihús og verslanir, jafnvel bakaríið með góðu kökunum, ekki nóg með að það standi óbreytt 15, 20 og 30 árum síðar. Konurnar sem voru við afgreiðslu enn að ýmist 40, 50 eða 8 og alltaf í jafngóðu skapi. Það gegnir nokkuð öðru Reykjavík, sem á þvílíku hverfanda hveli að fljótt á litið ber ég ekki kennsl á nema 2 verslanir frá mínum sokkabansárum. Brynju við Laugaveg og Stellu í Bankastræti. Að ógleymdum griðastaðnum Mokka, sem eins og Gunnarshólmi í samnefndu ljóði eftir Jónas Hallgrímsson og lágum hlífir verndar kraftur. Annað flest farið veg allrar veraldar. Þetta sérlega bagalegt fyrir skáld og rithöfunda sem hafa gert borgin að sögusviði og síðan hverfur sögusviðið og ljóðið eða sagan hanga í lausu lofti. Þennan vanda hefur Sigurður Pálsson ort í ljóðinu Hótelsalur í ljóðtímavagni frá árinu 2003. Ég þori ekki að segja ykkur hvar ég sit. Þori það ekki. Þori ekki að nefna þetta hótel á nafn, óttast að það hverfið á kannski eins og Skalli, Iðnaðarbankinn, Eros, Hafnarstræti og allt hitt sem horfið. Allt þetta sem ratað í ljóð og horfið í raunveruleikanum. Ég vil ekki að þessi hótelsalur hverfi úr raunveruleikanum. Ég ætla ekki að segja nafnið, jafnvel við yfirheyslur, strangar, 1., 2., 3. gráðu yfirheyslur, hjá norðangarranum, svörtu regninu, ryðguðu járni, brotnum gangstéttum, þá myndi ég ekki segja nafnið á þessu hóteli. Ég sit þar núna í hótelsalnum til alls vís. Já, þær byggingar sem nú rísa og taka mest pláss í miðbænum einmitt hótel, verslanir og veitingastaðir fráteknir erlendum ferðamönnum. Við eigum ósennilega eftir að stíga fæti þar inn fyrir dyr, hvað þá lifa þar og hrærast. Ef við tökum líkingu á bók, þá þetta eins og að lesa skáldsögu þar sem með jöfnu bili kæmu auðarsíður. Við myndum væntanlega leggja bókina frá okkur og það hættan með Reykjavík að við missum áhugan á henni. Hún hætti að vera híbýli minninga. Þess vegna var ávinningur að Gröndalshúsi, húsi Benedikts Gröndals skálds, sem fundinn var staður í Grjótaþorpi og varð leið að lifandi miðstöð sem heldur á lofti minningu þess skálds sem átti hvað drýgstan þátt
þátt í að glæða 19. öld Reykjavíkur lífi. Lengi hékk tilvera þess á bláþræði. Það sveiflaðist á milli Niðurrifs og Árbæjarsafns en fékk svo að endingu að ganga í endurnýjun lífdaga í sjálfri borgarmyndinni. Taka mætti til samanburðar Laugaveg 32. Í Steinbæ þar á lóðinni fæddist Halldór Laxness og síðar reisti faðir hans timburhúsið sem enn stendur. Þar steig skáldið sín fyrstu spor. Því til staðfestu hefur verið greypt járnplata í stéttina með nafni og ártali sem hvítnar af tyggjóklessum hvert ár. En gaman væri ef sjálft húsið tæki mið af því líka. Halldór Laxness kannski fyrstur íslenskra skálda til að vegsama Reykjavík fyrir það sem tíðarandinn áfelldist hana fyrir að hún var borg. Í vefaranum mikla frá Kasmír frá árinu 1927 leggur hann Reykjavík til alveg nýja fagurfræði. Tilvitnun: Ég elska malbikastrætið að kvöldlagi eftir regn og strætislífið þennan iðandi frumskóg malbiksins og ljóskerstólpan með skínandi rafmagnsávöxtum sínum, borgarstrætið með öllum sínum 1000 og einhjólaða veruleik, segir þar. Og í blaðagrein frá sama tíma segir: Reykjavík hefur í skjótri svipan eignast hvaðeina sem heimsborg hentar, ekki aðeins háskóla og kvikmyndahús, heldur einnig fútból og homosexualisma. Í húsinu númer 32 við Laugaveg mætti hugsa sér miðstöð sem héldi til haga sögu Halldórs og hefði á boðstólum verk Nóbelsskáldsins í einhverjum af þeim 40 tungumálum sem þau voru þýdd á og erlendir gestir getur nálgast. Á jarðhæð hússins reyndar nú þegar verslun sem biðlar til erlendra ferðamanna. Að vísa ekki með bækur heldur þetta gós sem vaninn að telja að erlenda ferðamenn vanhægi helst og óþarfi að telja upp hér. Og hvað skildi búðin svo heita? Ég var svolítið lengi að stafa mig fram úr nafninu. Orðið var svo langt, en á endanum kom það I don't speak Icelandic í einu orði. Mér minnir að þarna hafi lengi staðið verslun sem seldi lampa og ljósakrónur af öllum stærðum og gerðum. Ljós og hiti var nafnið sem hún bar í 3 orðum. Þegar við vorum yngri var vinsæll samkvæmisleikur blaða og tímarita að spá fyrir framtíðina. Bílarnir urðu æ í straumlínulagaðri, húsin glerkubbar, göturnar yfirskyggðar með pálmum, heilu borginnar ýmist neðansjávar eða út í geimnum. Eitt var samt sem engum datt í hug: tölvurnar og netið, sem hafa einmitt breytt líf okkar svo gagngert að það fyrir og eftir. Með tölvunetvæðingunni í æ ríkari mæli setið á sama stað og samt verið að iðja. Við sjáum hvernig fjarnám hefur gert að verkum að heilt blokkahverfi stendur nú autt við Háskólann á Bifröst og annað við Háskólann að Hólum í Hjaltadal. Nemendurnir sem áttu að búa í þeim sitja heima og sækja námið þaðan. Ef við lítum í kringum okkur í þessari borg hér, sjáum við hvernig fyrrum máttarstólpar á borði banka, pósthús, ferðaskrifstofur hafa horfið úr borgarlandslæginu. Öll sú starfsemi rúmast nú í fistölvu eða snjallsíma. Og hvað verður verslunarhúsnæði þegar að viðskiptin færast yfir í rúmleysið á netinu? Lifnaðarhættir sem netbyltingin orsakar virðast sömuleiðis eyða færni sem áður var til staðar. Píparar, rafvirkjar, múrarar, smiðir eru tegundir í útrýmingarhættu.
Hlýtur fólk framtíðarinnar ekki að flytja í stærri og stærri einingar til að samnýta það fáu sem enn kunna til verka. Í seinni tíð verður mér æ oftar hugsað til námsárana. Við borðuðum á stúdentamatsölu þar sem sirka 100 manns sátu að snæðingi í einu. Hvað það var gaman og gjöfult að samneita öllu þessu fólki. Og síðan þegar út var komið var manni stungið í samband við það sem var að gerast í heiminum eða það sem var á boðstólum í menningunni. Mikið sem ég væri til í að endurtaka þetta. Kallar ekki líka ástand heimsins á það. Það eru allt aðrir lifnaðarhættir að færast nær, svipað á ártalið sem birtist á sjónvarpsskerminum þegar að áramótin nálgast, jafnframt því sem yfirstandandi ár byrjar að hopa. Takk fyrir. Þá hefur Pétur Gunnarsson lokið máli sínu og þá er næstur á mælendaskrá borgarfulltrúi Kjartan Magnússon. Forseti, ágætu borgarfulltrúar og ágætu öldungaráðsmenn og aðrir góðir gestir. Það er mjög ánægjulegt að finnst mér alltaf að ávarpa þessa opnu fundi öldungaráðsins. Tek undir það sem sér var sagt áðan að starfsemi þessa ráðs hefur heppnast mjög vel og hugsunin var ekki síst sú að reglulega þá hitti öldungaráði borgarstjórn og kæmi málefnum þessa málaflokks á framfæri og það er einnig haldið fundir þannig að opni fundir þannig að hver sem hefði kost á að koma hingað og benda okkur á það sem betur má fara. Nú, ég sitt í öldungaráði sjálfur, ég er víst hvað yngstur þar svona í lífaldri en örugglega elsta sálin þar inni. Það finnst mér að minnsta kosti sjálfum þegar ég sitt þar fundi og þarf að gera athugasemdir við það ungæði sem mér finnst oft grípa það sem sitja með mér í ráðinu. En við reynum að hafa stjórn á þessu og formaðurinn Guðrún Ágústsdóttir gerir það mjög vel. Nú, aldursvanar borgir er mjög gott verkefni sem miðar að því að skoða sem flesta þætti í borginni, þjónustu, umhverfi og skipulagi og meta með hvaða hætti væri hægt að gera þetta betra, að gera borgina aldursvænni. Og áherslan er lögð á 8 málefnasvið sem öll hafa áhrif á lífsgæði eldri borgara. Og þetta er skilgreint sem svo: útisvæði og byggingar, samgöngur, húsnæði, félagsleg þátttaka, virðing og félagsleg viðurkenning, virk samfélagsþátttaka og atvinnumöguleikar, fjarskipti og upplýsingar, samfélags- og heilbrigðisþjónusta. Þetta eru allt mikilsverðir þættir og þeir styðja hver við annan. Við finnum það í þessu að eftir því sem við kannski eflum hvern þátt, þá erum við líka að efla með einhverjum hætti annan þátt. Og þegar við ræðum skipulagsmálin þá sjáum við fyrir okkur byggingar og götur og stóðbreytir og eitthvað slíkt, en eins og hér hefur komið fram þá er þetta miklu víðfeðmara. Skipulag nær yfir þetta flesta þætti mannlífsins í borginni og eru ákveðin lykill að því að bæta borgina og láta okkur líða hér betur. Nú, þegar maður lítur á þjónustu borgarinnar og hvernig hún þjónustu og hvernig það er að vera eldri borgari í Reykjavík, þá sjáum við, ef við reynum að bera okkur saman við ýmsar aðrar borgir, þá sjáum við að hér hefur mjög margt gott verið gert. Á 9. áratugnum og 10. þá voru... Fá hljóð? Halló? Já. Takk. Treysti því að fundarstjóri eða forseti taki aftur af mér orðið þegar ég hef farið fram yfir tímamörkin sem örugglega gerist.
En þetta, semst á 8. en 9. og 10. áratugnum þá voru byggðar hér upp 8 félags- og þjónustu miðstöðvar, mjög markvisst reynt að gera þetta, það voru byggðar upp í öllum hverfum borgarinnar og nálægt þeim flestum var síðan skipulögð sérstök byggð fyrir eldri borgara og þetta var, þó að koma manni óvart eftir á, þetta var jafnvel gagnrýnt á sínum tíma, en ég tel að þetta verkefni hafi verið mjög vel heppnað. Við sáum að það er eftirsótt að búa nálægt þessum félags- og þjónustu miðstöðum og borgin bara gefið til þess að taka lóðir frá í kringu þessar stöðvar, byggja ekki alveg upp að þeim, þannig að það væri rými til frekari aukningar síðar og það tækifæri höfum við svo sannlega nýtt okkur. Þarna í nágrenni marga þessara stöðva þá hafi risið og eru ennþá að rísa leiguíbúðir og þjónustuíbúðir og sjálfsegnar íbúðir. Og ég tel að það hafi verið sérstaka gæfu fyrir Reykjavíkurborg hvað það hefur tekist gott samstarf á milli borgarinnar og nokkura félaga sem vinna fyrir eldri borgara hins vegar. Þarna vil ég sérstaklega nefna félag eldri borgara, samtök aldraðra, Búmenn og Hrafnistu. Þessi félög hafi í rauninni rekið hluta af húsnæðisstefnu borgarinnar með því að þessi félög hafa fengið lóðir hjá borginni og hafa síðan byggt þar upp fyrir eigin reikning fjölda sjálfsegnar íbúða og ég held að þessar íbúðir þær séu komnar yfir 1000 ef við leggjum þar allar saman sem þessi samtök hafa byggt. Ótrúlega þægilegt fyrir borgina vegna þess að við þurfum ekki að fara svo langt til þess að sjá að aðra borgir sem mér finnst standa síður í þjónustu við eldri borgara hafa ekki náð að nýta þessa leið með jafn virkum hætti og við, heldur hafa lagt meiri áherslu á uppbyggingu svokallara félagslegra íbúða og eins og við vitum þá getur verið mjög erfitt að eyða biðlistanum þar, þannig ég held að sé einstök gæfa fyrir okkur að við höfum einhvern veginn að með þessari stefnu þá höfum við gegnum tíðina náð að virkja kraftinn í einstaklingunum og samtökum þeirra. Vissulega kemur séreignarstefnan þarna við sögu því að margt af þessu fólki það hefur í lífinu komið sér upp skuldlausu húsnæði, jafnvel stórum íbúðum og einbýlishúsum. En svo ákveðnu skeiði í lífinu þá þetta húsnæði orðið of stórt, þannig að fólki finnst á því tímabili kærkomið að geta losað sig við þessar eignir með þægilegum hætti og komið sér í húsnæði sem er hentugara. Og það eru fleiri en ein leið að þessu marki, en það hefur verið mjög ánægjulegt að sjá hvernig þessi félög og samtök hafa starfað og byggt hvert fjölbýlishús á fætur öðru, losað fólkurinn úr þessum stóru eignum sem það vill losa sig úr með þægilegum hætti, komið þeim í hentugara húsnæði og rauninni græða allir vegna þess að þegar fólki selur húsin sín, skuldlausa húsnæðið, þá það leið að rýma þetta húsnæði fyrir yngra fólki sem vantar húsnæði. Þannig er hringrásin, og þetta er mjög heppileg hringrás og maður sér það erlendis, það er ekki öllum borgum sem tekst að koma á slíkri hringrás og þessa hringrás er hægt að örva. Það urðu fyrir nokkrum árum, þá kom hérna ákveðin stífla, getum við sagt, vegna þess að þessi félög og samtök fengu ekki lóður á tímabili, þannig að þá getum við sagt að hafi komið ákveðið högt í hringrásina, en þær eru farnar að fá lóður á ný, og mikill hugur í þeim, þannig að ég bara hlakka til að sjá þessa hringrás verða enn öflugri heldur en hún er núna. Þarna er rauninni gott konsept og við þurfum að halda áfram á þessari braut og þá er þetta æskilegt að útvega félögum eldri borgara og samtökunum næga lóðir sem næst þessari þjónustu. En það má ekki gleyma því að þetta kerfi sé mjög gott og það sé mjög gott að það sé byggt rauninni án beins atbeina borgarinnar, fjöldinn allur af séreignaríbúðum með þessum hætti. Það má ekki gleyma því að það geta ekki allir farið í séreignaríbúðir og borgin hefur líka ríku hlutverki að gegna til þess að sjá til þess að sé framboð á annars konar íbúðum,
félagslegum leiguíbúðum og almennum leiguíbúðum. Það mjög mikilvægt að tryggja fjölbreytni í húsnæðiskerfinu og það á ekki síður við þá eldri en yngri, en með því að hafa svona virkt kerfi, séreigna íbúða, þá gerir það auðvitað borginni kleift að standa sig enn betur í félagslegri þjónustu og félagslegri íbúðasköpun fyrir þá sem þurfa á henni að halda. Og auðvitað æskilegt þessar íbúðir verði sem ódýrastar, því að ódýrar íbúðir samt góðar, hljóta að koma öllum vel, bæði ungum sem öldnum. Nú, það hefur verið minnst á því hér að varðandi skipulagsmálin, þá hreyfing og íþróttir eldri borgara auðvitað þessum hópi mjög mikilvæg eins og öðrum hópum. Ég sá eitthvað læknir var að segja það í blaði núna í vikunni að hann vissi ekki neitt sem hefði hvílt sig til betri heilsu. Auðvitað hvíld nauðsynleg, en hreyfingin það líka, svo lengi sem alltaf að halda góðri heilsu þá verður maður að hreyfa sig. Og það mjög ánægjulegt að sjá alltaf góða starf sem fer fram í félags- og þjónustumiðstöðvum borgarinnar og sundlaugunum, eldri borgarasund og maður sér að það mikið gróska í starfinu út í hverfinum og þetta starf snýst ekki bara, það snýst bæði af félagskap og hreyfingu og hvoru tveggja. En það ýmislegt hægt að gera betur og maður fær auðvitað reglulega ábendingar frá eldri borgurum í tengslu við þessa vinnu. Ég held að það hafi verið árið 2015 fyrir 2 árum, þá var fjölmennur fundur í Tjarnarsalnum þar sem fólk skrifaði ábendingar á gula miða og það var þarfur lestur fyrir okkur borgarfulltrúa að kynna okkur hvað stóð á þessum miðum. En þá kom einmitt vel fram hvað mikilvægt að gönguleiðir sé í lagi. Það sé vel staðið að viðhaldi gatna og gangstétta í borginni og bekkir séu settir upp á gönguleiðum. Mjög góð hugmynd sem kom þar meðal annars að það ætti að skilgreina ákveðnar gönguleiðir og þar yrði bekkur að vera á 250 metra fresti, ekki hrúa öllum bekkinu saman heldur hafa svona 250 metra á milli þeirra. Þannig að það var svona þessi ákjósanlega vegalengd fyrir þá sem vilja hreyfa sig, eru kannski orðnir verða stirðir og þurfa að hvíla sig af og til. Nú, og þarna komu líka fram ábendingar brýr og undirgöng. Fólk sem vill ganga og vill hreyfa sig, það er kannski ekki jafn fljótt að hlaupa yfir götuna á gangstéttunum þar sem þær eru og góðar gönguleiðir eru þá mikilvægar. Sem og líka snjóbræðsla og hiti í göngustígum. Ég man að það kom til umræðu fyrir nokkrum árum að þarna megum við bæta okkur að það væri ekki nógu að snjóbræðslukerfi borgarinnar, það væri ekki nógu samfellt, það væri hitaður upp, það væri mjög víð í hverfi væri hitaður upp útur hér og þar og nánast tilviljunarkennt hvar væri hita, það stendur einhver sambandi við viðgerðir. En það mætti vera meiri hugsun á því, mætti vera meira skipulag í þessu að skilgreina gönguleiðir og hita síðan upp markvisst alla leiðina. Ekki lendi í einhverju bútasöms fyrirkomulagi þar sem við erum kannski með 500 metra upphitaða, svo koma kannski 300 metrar óupphitaðir og svo framvegis. Og ég man að það var umræðum þetta í borgarstjórn fyrir löngu og það sá allir nauðsyn þess að þetta skipulagt betur. En ég fæst ábendingar það stöðugt að þetta megi vera betur og þarna held ég að við í borginni megum bæta okkur og þetta verður hægt að gera í samráði við félög eldri borgara hér að skilgreina þessar gönguleiðir og reyna að hita þær upp með markvissari hætti heldur en við höfum gert. En samgöngur ekki bara gönguferðir, maður sér að mjög margir eldri borgarar, þeir nota bílinn, þeir eru frískir, þeir vilja stunda atvinnu, þeir vilja vera virkir í samfélaginu, vilja stunda atvinnu, vilja stunda hreyfingu, þeir vilja stunda félagslíf og nota þá bílinn til þess arna. Eins og hér kom fram, í borgarskipulaginu ákveðnar aðgerðir í gangi sem gera það eitthvað verkum að það verður ekki auðveldara, getum við sagt, að eiga bíl. Það verður ekki auðveldara að eiga bíl heldur en hefur verið. Og þetta getur haft ýmsa kosti í för með sér en líka ókosti eins og fyrir eldri borgara sem þurfa beinlínis að treysta á bílinn. Ég man í þessum sal voru við einu sinni að tala nýjan
Landspítala og það komu starfsmenn Landspítalans hér og lét okkur heyra það og það var meðal annars rætt bílamálin og þá sagði kona sem var cirka á mínum aldri, hún sagði ég hjóli í vinnuna og hef gert það síðan í stundaði nám í Danmörku þegar ég var 20 en ég ekki viss ég geri það sko 55 ára eða 60. Það getur vel verið eins og jafnöldurum eða þeir sem maður sér, þeir hætta því á ákveðnum tímabili og þurfa þá að treysta bílinn. Þess vegna þurfum við að ræða það að minnsta kosti þegar að það markvisst verið að þrengja að bílumferð og fækka bílastæðum, hvort að það sé til hagsbóta fyrir eldri borgara. Eldri borgarar, mjög margir vilja til þess komast inn í miðbæ, en koma sjaldan í miðbæinn heldur en þau vildu vegna þess að þeim finnst vera of þrengt að sér. Þetta þurfum við alltaf að ræða þegar við tökum ákvarðanir það að þrengja frekar af miðbænum okkar. Því eldri borgarar vilja vera á ferðinni. Nú í þessari rýnuvinnu sem fór fram árið 2015 þá kom fram óánægja með almenningssamgöngur og fólk taldi að það þyrfti að skipuleggja leiðakerfið betur. Það má velta því fyrir sér hvort að breytingar á leiðakerfinu í fortíðinni sem við fórum í sem fólu það í sér að það var reynt að skipuleggja leiðakerfið meira eins og lestarkerfið en minna kannski eins og venjulegt strætisvagnakerfi. Hvort að þetta hafi verið rétt þróun. Þetta fól meðal annars í sér að taka af króka og aka minna inn í hverfin til þess meðal annars að þeir sem taka strætó og vinnuna gætu verið fljótari á leiðinni. Það var alveg hugsun og við bara þurfum að velta því fyrir okkur. Eigum við að fara meira í þessa átt að hafa þetta beina línur. Borgarlínan sem er talað að byggja upp, hún verður mjög dýr og hún felst í ákveðnum öflugum stofnleiðum og þá auðvitað því hún verður dýr þá verða minni peningar afgangs til þess að bæta þjónustuna út í hverfinum. Þetta þurfum við að taka upplýst samtal og fá ábendingar frá ykkur eldri borgarar góðir. Nú síðan má þetta velta því fyrir sér með bara hvernig þróunin verður í þessum málum, almenningssamgöngunum yfir höfuð, að sjálfsögðu viljum við efla almenningssamgöngur, efla þær enn frekar og stuðla þá því að þær þjóni sem flestum hverfum borgarinnar. En síðan má líka velta fyrir sér framtíðinni og það er alveg ljóst að við stöndum á þröskuldi nýrrar samgöngubyltingar svo má segja og þá á ég við sjálfakandi bíla. Við fáum næstu því vikulega eða oftar fréttir utan á heimi mjög öra þróun í þessum efnum. Og það má velta því fyrir sér bara hvernig almenningssamgöngur þróast. Getur verið að þær þróist þannig að einkabíllinn og strætó renni saman með einhverjum hætti innan ekki svo margra ára. Þetta kann að hljóma undarlega. Ég man líka, ég hló fyrir svona, eða á mínum vinnustafi mikið hlegið fyrir svona 25 árum, því þá var einhver kjáni sem spáði því að sjónvarp og tölva myndu renna saman innan ekki svo margra ára. Og ég man fyrst bara þegar þetta kom, bara fólk trúði þessu engan veginn. En þetta gerist nú samt og fyrir en margan grunaði og það ljóst að það eru miklu möguleikar í sjálfakandi bílum eins og við sjáum í fréttunum og sumir kjósa líta á þetta sem einhvers konar ógnun við borgarskipulagið og það sjálfsagt að velta fyrir sko neikvæðu þættinum en það má líka líta á þetta sem tækifæri. Það má líta á þetta sem tækifæri fyrir eldra fólk sem vill stunda félagslíf, það vill hreyfa sig, það vill vera virkt í samfélaginu en samt að einangrast heimi á sér vegna þess að það treystir sér ekki út í vondum veðrum. Fólk sem kannski frískt en það treystir sér samt ekki til að aka. Og fyrir þetta fólk gæti í framtíðinni sjálfakandi bílar verið ákveðin himnasending. Auðvitað hugsa maður fyrst getur það verið að þessi sjálfakandi bílar þetta stuðla miklu meiri umferð en æskilegt í borginni. En svo getum við líka sagt á móti sjálfakandi bílar og tölvurnar sem stýra þeim geta líka stuðla því að fólk margmenni í bílana, það geti fleiri nota hverja ferð því að tölvan skipuleggur þetta eins og fara að gera í leigubílaþjónustu erlendis. Og þegar uppi staðið gæti þetta jafnvel orðið til þess að draga, það var miskur verið sýnt í það í þessum framtíðarpælingum sem ég kynnti á netunum að ýmsir spá því að þetta geti þessi bylting sem við stöndum á þröskuldi sjálfakandi bílar, geti orðið til þess að það dragi úr umferð.
það sé líka mögulegt. Og því var þetta stýra og jafnvel án þess að því var stýrt með sérstakri gjaldtöku sem var auðvitað hægt líka. En svona þetta, við sjáum að það eru óendanleg tækifæri. Þarna síðast atriði sem kom inn á snýr að ákveðinni svona snjallsímavæðingu. Það nú þegar verið að innleiða hana í þjónustu við eldri borgara víða heim og hjá borginni einnig og við eftir að sjá stórstiga framfarir á því sviði. En ég tel að minnst ljóst að í þess eins og öðru framtíðin mjög spennandi og ég sannfærður að betri tækni og betra skipulag borga á eftir að stuðla að lífsgæðum allra, ekki bara yngstu borgarana heldur líka þeirra sem eldri eru. Þá borgarfulltrúi Kjartan Magnússon lokið máli sínu og þá erum við komin að erindi sem borg fyrir fólk. Ólöf Örvarsdóttir, sviðsstjóri umhverfis og skipulags sviðs, gjörðu svo vel. Takk. Komið sæl, ég heiti Ólöf Örvarsdóttir og sviðsstjóri umhverfis og skipulags sviðs Reykjavíkur. Á okkar sviði erum við með skipulag, byggingar, samgöngur, umhirðu og rekstur og uppbyggingu líka, þannig að mörg af þessum málefnum sem eru hér til umræðu í dag eru okkar megin. Nú að búið að lofa mér einhverjum bendli sem ég finna sjálfsögðu ekki. Er þú með? Undir, já. Eins og þú varst búin að segja mér, Helga mín. Akkurat. Ég biðst afsökunar á því. Við byrjum bara á þessari glæru hér sem að þið þekki væntanlega, en þetta er frá HÚ og tengist aldursvænum borgum og hvað þarf að vera í aldursvænum borgum. Og þegar ég horfa á þann málaflokk sem í okkar fangi, þá mjög mikið af þessum hlutum þá á okkar ábyrgð og sjálfsögðu undir styrkri stjórn pólitískt kjörinna fulltrúa. Mitt erindi heiti Borg fyrir fólk af því að mér finnst pínu erfitt stundum að flokka okkur alltaf svona niður, eldri borgarar, börn, unglingar og svo framvegis. Við erum bara öll fólk sem deilum þessari borg og eigum heiminni saman og eins og borgarstjóri sagði áðan, þá höfum við lært að sérstaklega í kringum alla þessa auknu ferðamennsku að það sem við gerum gott fyrir borgarbúa gott fyrir ferðamenn, alveg svo núna viðbygging sundhallarinnar í Reykjavík sem á að taka í notkun fyrstu sunnudaginn í aðventu. Það sem búið að byggja útilaug, hún góð fyrir ferðamenn, hún góð fyrir alla, góð fyrir krakka og ekki síður góð fyrir eldri borgara. Þannig að það svona einhver, borg fyrir fólk einhver svona samnefnari bara fyrir góða borg í mínum huga. En auðvitað byrja ég alltaf á skipulagi, það minn bakgrunnur og minn starfsvettvangur og við erum með aðalskipulag Reykjavíkur sem svona okkar stefnusgrá eða það sem við vinnum eftir. Þetta pólitísk stefnumótun sem gríðarlega mikilvæg og verkfæri til allra vinnu. Og þar búið að skipta viðfangsefnunum niður í 4 þætti. Það sem sagt borgin við sundin, það hvar við ætlum að byggja. Það stefna í atvinnumálum sem kölluð skapandi borg. Svo græna borgin sem líka gríðarlega mikilvægur kafli, ekki síst í þessu umfjöllunarefni okkar í dag og svo borg fyrir fólk. Þannig að það svona liggja ræturnar. Í borg fyrir fólk þá stefnumörkun fyrir alla borgarbúa. Hvað eru gæðin í hinu manngerða umhverfi og leiðarljósið í öllu þessu að setja manneskjunni í öndvegi, sama hvernig manneskjan því að við erum auðvitað alls konar. Og það svona stóri þátturinn. Núna, jú. Og það sem líka mikilvægt í þessu, það að horfa þá á hverfin og inn í aðalskipulaginu líka tala skipulag borgarhluta og svo innan borgarhlutana, eins og tökum Breiðholtið sem dæmi, þá erum við með Breiðholtið sem borgarhluta og í Breiðholtinu eru 3 hverfi. Og þá að gera hverfiskipulag fyrir öll hverfi borgarinnar, eins og Dagur kom inn á áðan. Og það líka gríðarlega mikilvægt verkefni vegna þess að þá mörkuð framtíðarsýn og þetta svona bottom-up vinnulag þar sem að þetta unnið með þeim sem í hverfunum búa og við reynum að fá sem flesta að borðinu, bæði farið inn í grunnskólan og unnið með börnum og foreldrum, það hefur verið farið inn í verslunarkjarna og við höfum svona reynt að vera bara á vettvangi og fá samtalið í gang. Og þar verið að tala grænusvæðin, gönguleiðirnar, hjólastígana, félagsauðin og bara allt sem býr í hverfinu og búa til framtíðaráætlun sem svo hægt að byggja fjárfestingaráætlun á vegna þess að við verðum líka að geta framkvæmt þessar stefnur sem verið að samþykkja reglulega. Í skýrslunni frá 2015 sem gerð aldursvænar borgir hér, sem Kjartan vitnaði til áðan, þá þetta kvót sem þarna efst á glærunni að nýtt húsnæði fyrir aldraða verði í nágrenni við þjónustu og verslun, nágrenni við sundlauga, þjónustumiðstöðvar og dagvöruverslun, liður í að rjúfa einangrun.
Og nú einangrun að verða staðreynd, ekki bara hjá eldri borgurum í einhverjum tilvikum og bara hjá öllum aldurshópum, og talandi interneti sem að eykur samskipti getur líka dreif fólk inn í þann veruleika að vera heima hjá sér og vera að tala við fólk þannig. En þetta bara nákvæmlega sem að hverfisskipulagið snýst Það að þjónusta sé í göngufæri, það sé vettvangur til þess að hittast og að þú hafir allt við hendina, og það heitir að hafa hverfin sjálfbær. Hérna bara svona mynd sem að fjallar 20 mínútna hverfið, að þú eigir raun og vera að geta gengið í 20 mínútur og náðir í það sem þú þarft. Og þetta eru krakkarnir sammálum, þetta eru eldri borgarar að tala og eiginlega bara allir. Svona var þetta þegar ég var alast upp, þá bjó ég í Breiðholtinu og maður tók 12 niður í bæ ef maður þurfti að fara þangað, en það var allt í hverfinu. Þetta hefur aðeins horfið og einmitt af því að áherslan hefur verið að var langt skeið á einkabílinn. Hérna svolítið skemmtileg mynd sem að listakonan Rán Flýring teiknaði eftir svona íbúafund í Árbænum að mig minnir, og þá setjast íbúarnir saman og eru með gula miða og merkja hvað þeir vilja sjá í hverfinu, hvað hvað þeir vilja laga, og við erum í raun og veru búin að taka utan það og setja það á svona myndir, og krökkum finnst gaman að kíkja á þetta og öðrum. Og svo setjum við í farveg þar sem við getum, mögulega getum, og látum hitt á einhvers konar biðlista, þannig að það sé hægt að taka þetta alltaf þegar við erum að fara í framkvæmdir eða einhvers konar breytingar á hverfinu og reyna að mæta þannig óskum þeirra sem þar búa. Þetta eru staðreyndir sem eru þarna uppi sem koma erlendis frá, en ég reikna með að séu svona öllum sameiginlegar, og það sem sagt þeir sem búa eigin heimili eru meira en 3 sinnum líklegri til að eyða meira en 5 tímum í viku utandyra, sem er auðvitað öllum hollt, og þetta er sem sagt úr skýrslu eldri borgara svona alþjóðlega. Og þeir sem búa innan við 10 mínútna göngufæri frá grænum svæðum, þeir eru hamingjusamari heldur en hinir sem ekki gera það. Og þeir sem eru eldri eyða meðaltali lengri tíma inn í hverfinu sínu heldur en þeir sem eru yngri, og þurfa þá kannski að fara til vinnu og heim aftur daglega. Þannig að aftur kemur þetta að mikilvægi hverfisskipulagsins, að það séu ávarpaðar þarfir fyrir alla. Annar kafli í aðalskipulaginu er kaflinn grænu borgina, og það eru vistvænu samgöngurnar sem við höfum aðeins komið inn á, og líka á þessum fundi sem var hérna í Ráðhúsinu og í þessari skýrslu, þá var mikið talað samgöngur og hvernig fólk vildi komast á milli staða. Og það var ekki bara einkabíllinn sem að fólk vildi geta nýtt sér betur, heldur ekki síst að voru meiri segja að margir sem að létu skrifa það niður, vildi fá lest, jafnvel metró, allavega einhvers konar vagnakerfi sem að nýttist betur heldur en það kerfi sem við erum í dag, sem er þó ágætt, og það var líka tekið fram. En Græna borgin fjallar grænu svæðin, umhverfið og auðlindirnar og samgöngunar ekki síst. Ég var svo heppin að fá að fara á loftslagsráðstefnu núna, sem er núna ennþá í Bonn, COP23, sem er svona loftslagsráðstefna Sameinuðu þjóðanna, og þar sagði Arnold Schwarzenegger, hvorki meira né minna, okkur frá því að árlega deyja 9 milljónir manns af völdum mengunar. Og þetta tökum við ótrúlega alvarlega að sjálfsögðu, og þetta gerist líka í Reykjavík. Auðvitað ekki því magni sem við sjáum út í heimi, en borgir eru leiðandi í loftslagsbreytingum, og það sem er hjá okkur hérna, það er bíllinn sem mengar mest. Og þess vegna þarf að vinna í því að breyta samgöngumáta borgarbúa. Hérna líka eru nokkuð kvót úr þessari skýrslu og þessum fundi, og mér þykir svolítið vænt þetta efsta. Kostur er að Reykjavík er frekar falleg borg, og það þarf nú ekki annað en að horfa undir gluggann til þess að sjá það hér, og hún er mjög falleg borg. Það er mikið talað í þessu samtali við eldri borgara og alla aðra gróður og útisvæði, hvernig þau að vera, hvernig að forma þau, og við sjáum það til dæmis bara þegar við erum að gera leiksvæði, við reynum að taka tillit til allra þarfa, ekki þannig að einhverjir sem eru með einhverja fötlun og þeir eru að vera í svona rólu, hinsegin rólu, heldur eiga bara allir að geta nota það sama. Það er í leiksvæðastefnu Reykjavíkurborgar. Við erum núna til dæmis að skoða svæðin fyrir utan sundlaugarnar, hvernig getum við gert þau meira aðlaðandi, þannig að setjast það niður og slaka á fyrir eftir sund. Það er líka talað afþreyingu á útisvæðunum, og við erum með verkefni sem heitir Reykjavík iðandi að lífi, þar sem við erum að fjalla líffræðilegan fjölbreytileika, það eru göngutúrar á hverju sumri, það eru upplýsingar flóruna og fánuna sem býr í borgarlandinu, og grasagarðurinn er auðvitað mikil auðlind fyrir þá sem hann heimsækja. Það kemur alltaf fram að við þurfum að halda götunum betur við, og ég held að árið ár sé metaár í Malbökum, eða það er það, og við þurfum að hreinsa meira. Og nú er það þannig að það er hreinsa með tillit til þarfa, það eru forgangsleiðir skilgreindar, þannig að þessar meginleiðir eiga alltaf að vera bæði hreinar og mokaðar. Hérna er mynd af Melhaganum.
sem orðið nokkur ára gömul og þetta svona sýnir raun og veru hvað mikið pláss einkabíllinn tekur. Þannig að þegar við þurfum að koma einhverjum öðrum samgöngumáta þá þurfum við aðeins að þrengja af einkabílum. En það þó ekki gert með þeim hætti að fólk komist ekki leiðar sinnar vegna þess að markmiðin aukna hlutdeild vistvænna samgangna eru svipuðir í þrándheimi í dag og þeir eru á sömu breiddargráðu en við en eru þó duglegir að hjóla og nota strætó, heldur við erum. Þó alltaf verið að bæta samgöngukerfið okkar og hérna sést bara svona net almenningssamgangna sem að örugglega margir hérna inni nýta sér reglulega og vonandi. En stóri fréttirnar eru kannski þær að það er verið að skipuleggja borgarlínu. Og þá með þessum 7 sveitarfélögum eða 7 sveitarfélög saman á höfuðborgarsvæðinu eru að skipuleggja það að búa hérna til borgarlínu. Og það eru hágæða almenningssamgöngur sem að allir geta nýtt sér, þar sem að þú ferð inn á plani, þú ert ekki að labba upp tröppur, getur farið inn á fleiri en einum stað. Og það er hágæðakerfi sem á að geta farið með borgarbúa höfuðborgarsvæðið, austur, vestur, norður og suður. Og þetta er búið að vera undirbúning í smá tíma, það er búið að skrifa undir samning, þannig ég reikna með og vona að innan 5 ára fyrir við að sjá og fara í fyrstu ferðina með borgarlínunni. Það er líka kafli í aðalskipulaginu sem heitir Gatan sem borgarrými og þá verið að tala það sem við köllum svona complete street eða fullgerð gata og þá gert ráð fyrir gangandi og hjólandi og bílum og öðru sem þarf, gróðri, bekkjum í götunni. Hún sé ekki bara fyrir einkabílinn til að komast frá A til B. Þannig að þeir vorum að búa til nýja götur í dag, alveg svo að gerast hérna í miðborginni með Hörpu, þá verið hægt að taka tillit til allra samgöngumáta. Það verið jafnmargar akreinar fyrir bílinn eins og voru, en það er líka pláss fyrir fleiri. Nei, nú vill hún ekki lengra. Jú. Þetta snýst líka svolítið gæðin í byggðinni. Við þurfum að búa til skjól, þannig að það eru í þessu aðalskipulagi markmiðum fjölbreytta og skjólsæla byggð, að gatan og húsin verði svona heild og það séu torg og almenningsgarðar, hönnun og skipulag sé fallegt, það séu gæði alls staðar, auðvitað skipta skoðanir það. Og ég heyrði það alveg áðan að það eru einhverjir hérna sem eru nostalgískir og horfa til fortíðar. Ég bý í Vesturbænum og Mýmisbar og Melabúðin eru þar enn eins og þegar mamma var alast upp á Hagamelnum. En auðvitað er borgin alltaf að breytast og það er bara eðli borga. Við fristum þær aldrei í tíma. Og ég er viss að börnin mín, eða strákarnir mínir sem eru 19 og 22, að þeim þykir jafnvænt þá staði sem þeir eru á í dag eins og fólki þótti sína staði á árum áður. Það er núna til og hefur verið gerð áætlun græna netið. Það er sem sagt áætlun að tengja saman grænusvæðin okkar. Og það er í raun og veru sama við hvort maður talar á Norðurlöndunum eða einhvers staðar annars staðar út í heimi sem að vinna með skipulag borga. Það snýst mjög mikið að tengja saman grænusvæðin og það að fólk geti búið nálægt þeim. Og eins og ég sagði áðan, þá verður fólk víst hamingjusamara. Og auðvitað erum við alltaf með þessa laxveiða á Elliðaárnar í miðri borg og ég er búin að halda því fram í mörg ára við séum eina höfuðborgin á Norðurlöndunum sem búið víst líku. En Norðmenn eru víst með Akerselvi í Oslo og það er víst lax líka. Ég neita að trúa því fyrir ég sé hann. En þessi svæði eru mjög aðgengileg í dag, flest, og þau eru svo stór, ef maður er uppi í Breiðholt og horfir yfir borgina, þá er hún í raun og veru að drukkna í gróðri og grænum svæðum, sem er kostur. Og í aðalskipulaginu þó við séum að þétta byggðinni eins og margir vita og mikið tala þá er það fyrst og fremst á því sem er kölluð brúnsvæði, eða brownfields, og gráamsvæðum, sem geta verið bílastæði, iðnaðarsvæði og svo framvegis. Ekki grænum svæðum. Það er bannað. Ég er örugglega að brenna á tíma, hvernig er það? Meira af þessum fundi, því að mér finnst áhugavert að hafa skýrsluna með hendina og þetta er svona tékklisti fyrir okkur, hvað var að tala hvað á að gera og þessi málefnasvið sem hafa verið til skoðunar hjá HÚ eru útisvæði byggingar, samgöngur og húsnæði og þetta er það sem við erum alltaf með í fanginu og það sem er áhugavert líka á þessum fundi kom fram að eldri borgarar vildu þessa blöndun, þau vildu ekki endilega búa í einhverjum sílóm út af fyrir sig og þau vilja líka sjálfsögðu búa sem lengst í eigin húsnæði og nú var nágrannakona mín 97 ára gömul að flytja heiman og yfir á Grund söknum hennar mikið, en hún er búin að búa heima þangað til núna og gríðarleg bara mikil kostur og auður sem felst í því að eiga þannig nágranna fyrir okkur sem höfum verið háværar og með fullt af börnum í 20 ár þarna, beint fyrir ofan hana. Og þetta rímar að sjálfsögðu við húsnæðisstefnuna, blöndun og svo framvegis. Það þarf að fylgja eftir aðalskipulagi, það er gríðarlega mikið, þetta er ekki nóg að vera með stefnu og við gerum það alltaf í allri ákvörðunartöku, þannig að það er til innleiðingaráætlun sem er líka mikilvægt. Og þá komum við inn á þessa áætlun sem er húsnæði fyrir alla. Og Kjartan kom inn á það, hvar er verið að byggja fyrir eldri borgara.
og aftur má líka horfa á það á að byggja sérstaklega upp fyrir eldri borgara, en auðvitað þarf alltaf að vera einhver þjónusta við hendina, þannig að það örugglega til margar leiðir og lausnir í þessu og þetta mun örugglega breytast líka með tækninni. Kaupmannahöfn Hofninu líka stefna í alskipulaginu í þessu kafla borg fyrir fólk og við sáum það langan tíma þegar við vorum að byggja í Spönginni eða Mjóddinni upp stórt verslunarhúsnæði, þá hvarf verslunin úr hverfunum sem var í göngufæri við þá sem bjuggu þar, en núna er verið að venda þetta verslunarhúsnæði og halda í það dauðahaldi og stundum þarf að standa autt í smá tíma, en reynsla sýnir okkur að verslunin kemur alltaf aftur og við sjáum góð dæmi það víðsvegar á borgina, bæði upp í Breiðholti, Grafarvogi og í Vesturbænum. Aðeins að lokum þá er líka heilsustefna, lýðheilsustefna heilsueflandi hverfi og þar kemur fram að Reykjavíkurborg á að vera sjálfbær og örugg og heilsueflandi sem stuðlar að heilsu, veljan og jöfnuði á meðal íbúa á öllum æviskeiðum. Og þetta rímar auðvitað líka við okkar skipulagsáætlanir og við höfum þetta alltaf í huga. Og í mínum huga, sem er bráðum að vera 50, þá eru í raun og veru sömu kannski bara vonir og væntingar, auðvitað einhverja aðeins aðrar útfærslur fyrir alla aldurshópa. Áherslurnar 2017-2020 í lýðheilsustefnunni eru heilsueflandi hverfi, vistvænar samgöngur og maður getur svona tékkað við í þeim boxum og umhverfi og heilsa og jöfnuður og þegar við erum þá að tala jöfnuð er það auðvitað fyrir alla og alla aldurshópa og fyrir alla þarfir. Inn á umhverfis- og skipulagssviði líka landupplýsingadeild Reykjavíkurborgar og þar höfum við verið að vinna heilsukort eins og hefur verið ákveðið að við eigum að gera og nú eru þau til fyrir alla borgina og við förum vonandi bara að sjá útgáfu þeirra sem allra fyrst og þá svona skilgreindir hreyfimöguleikar í hverju hverfi fyrir sig. Og þarna er Vesturbærinn og þá sjást svona gönguleiðirnar hvað þetta eru margir kílómetrar og þær eiga að vera greiðar og vel færar alltaf öllum og svo hvað laugin er og hvar bekkirnir eru. Og þetta kemur auðvitað í kjölfar þessa samtals og kjölfar þessara skýrslu. Og svo bara alveg að lokum. Þetta er Reykjavík á góðum degi hérna á þessari gleiru. Einmitt. Sem ekki vill koma. Nei, hún kemur ekki sérstaklega. Jú, þannig kemur þetta. Þetta er á Vitatorgi, þannig 1 eða 2 af þessum 3 myndum, þar sem við vorum í nokkuð sumur í samstarfi við þá sem þar búa. Þetta er ofan á bílastæðakjallaranum þar. Vorum með jóga, pop-up jóga, prjónamarathon og fullt annað og þá voru eldri borgarar sem þar bjuggu mjög virkir og gaman. Fólkinu hjá mér fannst ótrúlega gaman að vinna með þeim. Kleinubasar og fleira skemmtilegt sem á svona kynslóði mættist og tónlist og alls konar. Þannig að við getum nýtt borgarrými líka betur fyrir uppákomur. Það þarf ekki alltaf að vera með einhverjar dýra fjárfestingar eða uppbyggingu, stundum við bara hægt að skipuleggja viðburði þar sem kynslóðarnar mætast og við höfum svona verið að gera það, við höfum alltaf verið með svona tímabundin verkefni að Torgi biðstöð á sumrin, munum halda þeim áfram í sumar að þeim verkefnum út í hverfunum þá og reyna að vinna það með sem flestum sem að þar búa og svo auðvitað bara smá íhugun á Laugavegi. Takk fyrir mig. Þá er Ólöf Örvarsdóttir lokið máli sínu og þá er komið að næsta erindi, eru fleiri valkostir og það er Þórunn Sveinbjörnsdóttir, formaður Landssambands eldri borgara. Gjörðu svo vel. Borgarstjóri, formaður Öldungaráðs og borgarfulltrúar og góði gestir. Það er mér mikill heiður að fá að tjá mig hér og ég átti eiginlega að vera pínlítið svona öðruvísi, koma með eitthvað svona pínu galið inn í þetta og ég vona að ég geri það. Í inngangnum þá spyr ég mig, hvar viljum við búa á efri árum? Eru breytingar framundan? Hvað er að gerast erlendis? Getum við rekið 5.000 hjúkrunarrými? Það er talin þörf á því á næstu árum en öldrunarlæknar og þeir sem halda utan um fjármálin segja það er ekki hægt, það er dýrt. Ef ekki það, hvað þá er hægt að finna nýjar hugmyndir. Nú, þá draf ég bara á þessu. Þetta næsti. Heima sem lengst, hvað vantar til þess? Það vantar svo ótrúlega margt. Aðstoð við að vera heima á að vera svo margfalt öflugri.
þá værum við ekki í vanda. Alls konar stuðningur og þjálfun á að koma heim. Skoða þarf heimilið í tengslum við áhættu og líka með tilliti til þess að komast þar Það þurfa allir að vera með í að finna lausnir. Vinkona mín með Parkinson í Bandaríkjunum, hún fær heim snyrtingu, nudd, tai chi og það svo ótrúlegt að sjá að hvað hægt að gera með alls konar svona lausnum. Og sumir hafa efna á því að borga þetta og aðrir ekki, en það fyrir eftir efnahag hvers og eins. En ég tel að í þessu máli verðum við að halda áfram vegna þess að í grunninn það ekki bara pólitísk leið að vilja búa heima, það líka eitthvað sem við viljum sjálf. Heimilið okkur svo mikil virði. Hvað þetta? Já, og svo margar, það að segja hugmyndir. Í Hollandi alls konar nýjungar prófaðar. Stúdentar fá litlar íbúðir við tengslum við hjúkrunar eða kannski nærði að vera vistheimili eða sambýli og þeir skila 30 tímum á mánuði fyrir þessari húsaleigu. Þetta búið að vera í nokkur ár á vegum samtaka sem heita Humanitas og með byltingakendar hugmyndir í því að fólk haldi sinni reisn. Humanitas má finna á netinu og sjá líka sambyggðar stærri einingar, þar að segja í Rotterdam og þessum stórborgum, og það dásamlegt að skoða hvað að gerast þarna. Það ýmist leiga eða sala, en það alltaf líf og fjör. Þú sér aldrei starfsmann, það allir í óformlegum klæðnaði, mikið af sjálfboðaliðum og fólk upplifir sig ekki einmana inn á þessum stöðum og það má hafa húsdýr, það að segja hund eða kött og ýmislegt þannig. Bretar að þróa leiðir til að Alzheimer-sjúkir geti fengið dagdvöl í sveit. Sumir vilja búa til sambýli á bóndabæ. Það að gerast í Þýskalandi. Fullorðið fólk, jafnvel fyrrverandi eða með græna fingur og einn kannski sá sem að kann að elda og þar kannski 7 til 10 mann sem ákveður þetta sambýli hentar okkur. En að sjálfsögðu þetta tímabundna lausnir því þegar heilsan hrakar meira þá náttúrulega þarf kannski að skoða málin áfram. En það sem gerist við svona hluti það að það losnar svolítið þörfina fyrir að lifa með náttúrunni. Vegna þess að það klippt á þessi náttúrubönd í okkur, við erum svo mörg sem höfum þessa þörf fyrir nánd við grænusvæðin eins og hefur verið talað því að þau gefa svo mikið. Það svo mikil orka. Þetta eitthvað dulóm. Fylgismyndir á þessu. Eitthvað sem kann að fletta þessu? Nú, þetta var bara gott. Þetta aðeins aftar. Aðeins að hjálpa til hérna að fletta þessu. Þarna, komið. Það 5 milljón börn sem búa með af og ömmu í Bandaríkjunum. Hverjum myndi þetta eitthvað svona í hug? 5 milljón börn búa hjá af og ömmu af ýmsum ástæðum vegna fjölskyldna sinna. Þetta mikilvæga hlutverk sem afar og ömmur í alls staðar í heiminum stórlega vanmetið. Það rúmlega 1 milljón eldri borgarar á Norðurlöndunum og þeir að gera nákvæmlega það sama við sinna börnum og barnabörnum og vinna, vegna þess að það ekkert þak á því að vinna, þú mátt vinna eins og þú vilt. Þetta fólk að gera bara alveg ótrúlega hluti. En fólk vil búa í alls konar húsnæði með fólki á öllum aldri. Ekki endilega raða öllum öldruðum saman í kassa. Við eigum ekki að aðgreina fólk þannig. Hvað viljum við? Aðgengilegt húsnæði, ekki ódýrt,
Við viljum eiga afgang ef við erum að skipta yfir í minna. Og við viljum líka vera nálægt börnunum okkar. Ég stend á þessum þröskuldi og búin að gera í nokkur ár að þurfa að minnka við mig og versta vandamálið er að minnka drasli sitt, fyrirgefðu orðbragðið. Lítil íbúð eða raðhús. Ég geti alveg hugsað mér að búa í raðhúsi, þar sem gengið beint inn. En þá snýst alltaf að lóðirnar þurfa að skila svo miklu að þetta er dýrlóð, eða ekki. Engar kvaðir, hænur fyrir utan helst og mikið af grænu svæði. Engar skuldir, við viljum ekki skulda þegar við erum orðin svona fullorðin. Geta hitt vini og vandamenn, stutt í sund og gönguleiðir og bókasafn, ekki gleyma bókasafninu. Ég er hætt að kaupa bækur vegna þess að þegar maður er að minnka þetta sem maður á, þá passar ekki að fjölga bókunum. Stutt í verslunarkjarna, frelsi til útivistar og engin mengun. Jæja. 5 milljónir fer þetta aftur og bak. Hvert? Þanga. Ok. Nú sjáum við myndir frá Hollandi. Þetta er unga fólkið með þessa 30 tíma sína að sinna, það er ýmislegt sem þau gera. Þau hjóla með eldra borgurum, þau fara með þeim ef að þarf í aðstoð, þau mega helst ekki vitið þegar maður fyrir banka, ekki gera það að færa á milli. Það er ein stóra áhættan sem við erum að glíma við í Evrópu í dag. Ég er nýkomin frá Bergen og þar var búið að loka á það að fólk fái yfirlit yfir nokkra peninga frá almannatryggingum og það noti sem allra mest netbanka og það mun bara þýða það að það verður að fá hjálp frá einhverjum öðrum og þá er komin þessi hætta. Og í þessum myndum, þarna er ung stúlka að hjálpa eldri konum, þetta er nú svona bara fallegar myndir eins og maður segir, pilturinn sem að tekur þátt og þessi er að styðja við þennan mann í tölvukunnáttu og það er eitt af stóru verkefnunum okkar allra. Við erum of lítið tölvuvætt á efstu árum og svo að lokum þessi glaði maður, hann er Íslendingur. Þetta er úr myndasirpunni með reisn sem hún var með, hún Silla í Búðardal í fyrra og hún setti myndirnar upp allan Búðardal og á Akureyri og það að undirbúa þessa reisn okkar í því felst líka hvar viljum við búa og getur okkur liðið vel. Ég er ekki að vanmeta neitt af því sem er verið að gera, við höfum verið að byggja í samvinnu við Reykjavíkurborg árum saman, en það er eitthvað sem vantar. Það er til dæmis í Bretlandi eitt svona hús svipað og verið er að byggja núna, þangað koma öll 4 ára börn á næsta leikskóla í ákveðna klukkutíma og lesa, það er lesið fyrir þau eða farið í leiki og rifjaður upp gamli leikir. Við eigum ekki að einangra okkur sem eldri borgarar bara að tuða yfir stjórnmálum eða hvað sjónvarpið sé lélegt. Það verður líka að vera gaman, það er algjör skilyrði. Og neðri myndin, hún á að tákna það að við eigum aldrei að nota myndirnar eins og aldraður maður í flókaskóm, þið vitið. Þetta er algjörlega verið að tala þar niður til okkar, ekki það að flókaskónir eru ágætir, en ímynd okkar er dregið niður. Og þeir sjáu bara hvað hér er af fólki sem er hrest og kátt og meiri hluti hefur það gott samkvæmt könnuninni sem var gerð hér með borginni rétt í lok síðasta árs, að þá er stærsti meiri hlutin við þokkalega góða heilsu, getur gert hlutina, á sér áhugamál og er á hreyfingu, en
við verðum að taka tillit til þessa fólks sem þarf að skipta húsnæði og reyna að gera það eins faglega og menningarlega og fallega eins og við getum. Þegar við vorum að fá þessa lóð upp í Árskógum, að þá var það fyrsta sem ég sagði, það verður að vera 20 hænur þarna í garðinum. Takk fyrir mig. Þá Þórunn Sveinbjörnsdóttir lokið máli sínu. Þá erum við komin að dagskrárliði sem að opna fyrir umræður og spurningar úr sal og ég ætla að hafa það með þeim hætti að við opnum fyrir mælendaskrá og tökum svo spurningar úr sal að kjölfari. Og ég vil benda ræðumönnum á að hafa þetta frekar svona stutt og hnitmiða, kannski með við svona 3 mínútur. Og þá borgarfulltrúi Skúli Helgason fyrstur á mælendaskrá. Já, forseti, ágætu borgarfulltrúar, formaður Öldungarás og aðrir félagar í því merkaráði, góðu gestir. Gaman að vera með ykkur hér á þessum 3. sameiginlega fundi Öldungarás og borgarstjórnar. Ég verð kannski ekki með galið innlegg eins og Þórunn, en samt, ég ætla að segja ykkur eina reynslusögu sem að sýnir okkur að það í samtímanum okkar margt skrítið í kýrhausnum eins og Laxness skrifaði í Sjálfstæðu fólki. Mér langar aðeins að taka upp mál sem að reyndar hefur verið á dagskrá eða komið fram í umræðunum á báðum fyrri fundum okkar sem atvinnuþátttaka eldri borgara sem að stundum hefur verið kallað því fallega nafni sveigjanleg starfslok. Við höfum áður, eins og ég nefndi, rætt þessi mál og það full ástæða til. Ég held við þurfum að gera betur í því að innleiða sveigjanleg starfslok hjá eldri borgurum og staðreyndin auðvitað svo að við lifum í gjörbreyttu samfélagi en kerfið hjá okkur blessað ennþá að þjónusta samfélag sem að horfið. Aukin þáttaka eldri borgara auðvitað bæði mannréttindamál fyrir þann hóp en líka samfélagsleg nauðsyn. Við þurfum einfaldlega á vinnuframlagi eldri borgara að halda og þeir færa okkur dýrmæta reynslu, verkkunnáttu og þekkingu sem að við þurfum að nýta og eigum að nýta. En ef við erum sammála það að samfélagi þurfi á meiri atvinnuþátttöku eldri borgara að halda, þá verður auðvitað að vinda ofan af þeim grimmu skerðingum sem að hafa verið við lýði í okkar samfélagi og hefur verið beitt í tengslum við bótakerfið. Frítekjumarkið var eins og margir muna lækkað í einu vettvangi úr 109.000 í 25.000 í fyrra, eða nærri 80% af hægri stjórninni sem þá var við völd, merkilegt nokk. Og segir sér sjálft að það ekki beinlínis hvetjandi fyrir eldri borgara að fara út á vinnumarkaðinn og taka sér launum störfi ef að skerðingar lífeyris hefjast leið og launin fari yfir 25.000 sem að eftir svona kannski cirka 1 vinnudag ef við miðum við meðallaun kennara eins og þau eru núna. Nú hafa allir flokkar lofað að hækka frítekjumarkið og fær væntanleg ríkisstjórn tækifæri til þess að standa við fyrirheitin núna á komandi vikum. Og þá auðvitað lágmark að hækka frítekjumarkið aftur upp í 100.000 eða þar bil og helst þyrfti auðvitað að ganga lengra. Sveigjanleg starfslok eru nærtækt verkefni til dæmis í þeim málaflokki sem að ég fer fyrir í skólamálunum og í leikskólunum þar sem að við þurfum og viljum auka verulega hlutfall fagmenntara. En þar horfum við til þess að það býsna fjölmennur hópur leikskólakennara og reynda stjórnenda sem að komin á eftirlaun og mælir nú göturnar eða sundbrautirnar eftir atvikum en gæti nýst afbragðsvel inn í leikskólana við núverandi aðstæður. Þá það reynslusagan sem ég nefndi í byrjun. Ég fekk nefnilega erindi frá leikskólastjóra hérna í borginni fyrir nokkrum dögum sem að hefur af því miklar áhyggjur að hún þurfi að hætta að vinna vegna aldurs á næsta ári þegar hún verður 70. Það í gildi kjarasamningur á milli Kennarasambands Íslands og Sambands sveitarfélaga vegna stjórnenda á leikskólum og hann býsna afdráttarlaus hvað þetta varð. En þar segir að starfslok skuli eiga sér stað eigi síðar en næstu mánaðamót eftir að starfsmaður hefur náð 70 ára aldri. Það hægt að veita undanþágu frá þessu ef að fyrirliggja ríkar ástæður eins og til dæmis þegar mannekla ríkir í viðkomandi starfsheiti eins og það orðað í samningnum. Nú vitum við að það mannekla hvað varðar leikskólakennara en ekki leikskólastjóra og miðað við óbreytt
óbreyttan skilning á kjarasamningum, þá myndi þessi ágæti leikskólastjóri fá synjun og það í raun og veru sá veruleiki sem við blasir. Hennar ósk hins vegar mjög skýr, hún vill gjarnan fá að vinna í 2 til 3 ári viðbót, hefur fulla starfsorku og kraft og vilja og það auðvitað það sem við myndum vilja taka fyrir hjá borginni og mér langaði aðeins að nýta tækifærið að því við erum í umræðum og fyrirspurnum og beina fyrirspurn til borgarstjóra að fá álit hans á því hvort að þetta sé ekki dæmi mál sem við þurfum að taka fyrir og breyta. Þannig að við getum nýtt áfram starfskrafta öflugs fagfólks sem getur og vill vinna lengur. Takk fyrir mig. Það var borgarfulltrúi Skúli Helgason, lokið máli sínu og borgarfulltrúi Ilmur Kristjánsdóttir næst á mælendaskrá. Borgarstjóri, formaður öldungaráðs, borgarfulltrúar, aðrir góðir gestir, eða aðrir gestir. Mér langaði bara að byrja að þakka fyrir góð erindi og skemmtileg og bregðast síðan aðeins við erindi, já kannski bara allra en kannski fyrst og fremst hennar Þórunnar og að því að við vitum það að það mannekla framöndan og segja frá því að við erum sem sagt borgarstjórn hefur samþykkt að fara í mjög svona öfluga þróun á velferðartækni og velferðartæknin er auðvitað, þegar mann segir velferðartækni þá reka margir upp stór augu og kemur oft líka upp ótti við að það eigi nú tækni að fara að taka yfir mannleg samskipti eða koma í staðinn fyrir mannleg samskipti en það þvert á móti þá velferðartækni á að bæta lífsgæði fatlaðra og aldraðra, þeir sem þurfa í rauninni stuðning og mér finnst alltaf gott dæmi klósettin sem eru með skol og þurrk. Það í rauninni þjónusta sem enginn vill fá. Það vilja allir geta bjargað sér í þessum efnum og já, þetta fyrst og fremst við erum í rauninni að stefna því og ég stýri núna hóp með Guðrúnu og fleirum að setja stefnu í velferðartæknimálum og við skrifum líka undir samstarfssamning við Akureyri nýlega þar sem við samþykktum að fara í samstarf sem hefur verið í gangi þróun á velferðartækni. Og þetta bara nauðsynlegt skref, við verðum að setja svolítinn skúrk þarna, taka skúrk í þessum efnum og að því að við eins og Þórunn kom inn á, við eigum ekki eftir að hafa efni á því að sinna þeirri þjónustu sem verður þörf fyrir með eins og hún í dag. En svona áherslan einmitt á það að það á að bæta lífsgæði og bæta þjónustu. Í þessum velferðartækni hóp þá höfum við síðast í morgun eða áðan að ræða, þetta mjög svona viðfemt og það kemur auðvitað með þessi fjarheilbrigðisþjónusta inn og heilsugæslan, sjúkratryggingar, hjálpartækjabankinn og þetta eins og ég segi mjög svona, þetta algjör grautur og við erum að reyna að búa til svona einfalda, skiljanlega stefnu í þessum málum. Mér langaði að koma þessu á framfæri. Mér langaði líka að koma á framfæri því að við samþykktum að því að koma inn á þetta sem í gangi í Hollandi með hjúkrunarheimilin og íbúðirnar og við erum að fara af stað með svoleiðis verkefni. Það bara verið að útbúa útfæra hvernig á að borga fólki og því það getur alveg verið snúið gagnvart stéttarfélögum og annað. En já, og hjólafærni, velferðarráð hefur verið að styrkja hjólafærni, hóp sem fer á hjúkrunarheimilin og fer í hjólatúra með eldri borgara, að þú komst inn á það. Þannig að já, en svona brýningar eru kannski helst í þessum hóp sem við var aðeins komið inn á. Það þessi hópur sem felur sig
og félagslega einangraður, ekki að nýta þá þjónustu sem þó í boði og já, lifir við mjög skert lífsgæði þess vegna. Og það kannski hópurinn sem við þurfum sérstaklega að halda vel utan og skoða. Annars þakka ég bara fyrir góðan fund. Takk. Það borgarfulltrúi Ilmur Kristjánsdóttir lokið máli sínu og borgarfulltrúi Elín Oddný Sigurðardóttir næst á mælendaskrá. Borgarstjóri, borgarfulltrúar, kæru gestir. Ég hef fengið þann heiður að leiða starfshópum mótun stefnu Reykjavíkurborgar í málefnum eldri borgara. Fyrsta stefnan var sett 2013 og hún rennur út í lok þessa árs. Við erum með mjög flottan hóp sem hittist reglulega og hefur viðað sér ýmsum upplýsingum og fengið kynningar á ýmsu flottu starfi. Margt af þessu sem Ilmur sagði hér áðan borgarfulltrúi Ilmur Kristjánsdóttir til tals hjá okkur í hópnum velferðartæknina og það kannski svona dálítið nýtt frá því síðast af því þetta þróast ansi hratt þannig að það var nú ekki minnst á velferðartækni í fyrri stefnu en verður nú sennilega sérstakur kafli það í þessari. Eitthvað sem ég svona aðeins að bregðast við því sem Þórunn sagði í erindi sínu og varðandi stuðning og þjálfun heim að þá erum við að innleiða núna verkefni endurhæfingu í heimahúsum og ætlum að setja bara fullan kraft í það á næsta ári. Innleiðingin byrjaði í ár en fer á fullt gas á næsta ári og það bara verið að skoða hvernig hægt að útvíkka það með frekari aðkomu fleiri aðila, til dæmis eins og næringafræðinga og iðjuþjálfa og slíks, þannig að þetta verður mjög spennandi. Varðandi tölvulæsið að þá það alltaf að bætast og eldra fólk á Íslandi með tölvulæsasta eldra fólki í heiminum. Það eru sem sagt fáir aðrir en á Íslandi þar sem tölvulæsi jafn mikið hjá eldri borgurum eins og Íslandi og í rauninni fer það ekki að lækka fyrir en bara eftir áttrætt og jafnvel 85 ára og nýrætt. Fram að því eru flestir eldri borgarar á netinu, á Facebook, jafnvel á Snapchat til að fylgjast með barnabörnunum og mikil breyting og hröð breyting þar á mjög skömmum tíma. En auðvitað má alltaf gera betur og svona verkefni eins og út á Aflagranda það sem að nemendur í skólum Vesturbæjar kenna eldri borgurum á tölvur mjög farsælt og vinsælt verkefni sem mætti mjög gjarnan taka upp á fleiri stöðum í borginni. Svo það þessi samskipti kynslóða. Það eru náttúrulega fjölmörg verkefni í gangi og mikill samgangur á milli leik- og grunnskóla og eins og hjúkrunarheimila og félagsmiðstöð aldraðra. En það kannski vantar einhverja svona heildarsýn yfir það. Þannig að mér svona hefur hugnast það vel að við færum í einhverja svona kortlagning á því hvaða verkefni í gangi á því sviði og hvernig mætti breiða það út. Þannig að það svona sé ekki handahófskennt eftir einstaka starfsmönnum og starfsstöðum hvort að þetta sé að ræða ekki. Ég veit að börnin mín sem bæði voru á leikskóla í Austurbænum þau fóru reglulega og hittu eldri borgara í sínu hverfi og fengu heimsókn frá eldri borgurum inn í leikskólana sína. Þannig að það er heilmargt í gangi en við má alltaf gera betur. En ég hlakka bara til að halda áfram að leiða þessa vinnu og hef verið einstaklega heppin með öflugt og flott samstarfsfólk í þessum hópi og við náum vonandi að skila af okkur fyrir lok árs á þannig að núverandi stefna rennur út. Takk fyrir mig. Það borgarfulltrúi Elín Oddný Sigurðardóttir lokið máli sínu og Gísli Jafetsson næstur á mælendaskrá. Já, ég kannski kann ekki alla formúlana en borgarstjóri, borgarfulltrúar, öldungadeildarfulltrúar og gestir. Þetta ekki næstu rétt. Ég vil alltaf koma í pontu þannig að ég ætla bara að leggja þennan frá mér. Ég kannski ætla að snúa frá, kannski líkt Ilmur farin, já. Hún ætla að tala skurk en hún tala alltaf skúrk. Þannig að ég ætla kannski að tala þetta hvora tveggja og aldursdreifinguna. Þetta kom nú bara í hugan á hann.
að til að tvinna þetta saman og þetta sko að fólk tengist og allt saman. Ég held að bara að börn og eldra fólk tengist aldrei meira heldur en þessa dagana. Í leikskólanum, þar sem að ég á 3 dætur, sem betur fer, kona mín fór á 95 ára regluna, hún 6 daga í mánuði að passa barnabörnin vegna lokunar leikskóla og einskis frístundaheimilis. Þetta eru samskipti. Þetta eru samskipti barnanna og foreldra, amma og afa. Þetta bara svona dæmi, bara beint inn að fjölskylduna. Þannig að kannski eru bara samskiptin óavitandi aldrei meiri. En þetta var nú bara það sem kom í hugan áðan. En ég ætla nú bara að þakka fyrir góð orð. Ég sem sagt framkvæmdastjóri Félags eldri borgara í Reykjavík. Ég ætla að þakka fyrir góð orð, Dagur, okkar góðu samskipti. Við erum þess að góð hjón, við rífumst á kvöldin í Messenger. Rífumstum ekkert, við skiptumstum á skoðunum. Og fleiri hér, við fleiri borgarfulltrúa, og Ilmur brosir í kampinn. Svona gengur þetta fyrir sig. Við erum öll, og Kjartan, því að hann hérna megin, hann fær líka, ég segi ekki sinn skamt, en þið fáið öll eitthvað skamt frá mér. En við erum öll að stefna að sama máli og markmið. Við ætlum að koma öllum borgarbúum, við ætlum að koma okkur áfram í það að fólki á öllum aldri líði vel í þessari borg og í þessu landi. Til þess þurfum við ýmis ráð. Við ræddum hér og Skúli ræddi hér frítekjumark og lágt. Við djöfnumst líka í stjórnmálamönnunum hérna við Austurvöllin og við erum að því þessa dagana. En þetta þarf allt að ganga upp, ef við orðum það þannig. Það þarf að fá fólk og fleiri út af vinnumarkaðinn. Á sama tíma kom könnun í gær sem ég nú ekki haft tíma til að lesa, en þar kom fram þetta dulda atvinnuleysi hjá konum. Það var alltaf 55% eða 55 ára og eldri og mjög dulið atvinnuleysi. Þarna ekki hópur sem að væri hægt að virkja betur, fá eldri borgara inn á leikskóla. Og það var akkurat til umræðu innan stjórnar Félags eldri borgara í morgun. Ég veit að það var þessi hugmynd kom fyrir einhverjum mánuðum síðan og hefur örugglega komið oft áður. Það var einhvern veginn brugðist við því sem ég man ekki hérna fyrir einhverjum árum þegar þetta kom fram. En ef ekki að ræða þetta í alvöru. Ekkert endilega sveigjanleg starfslok með allri virðingu fyrir þeim, heldur bara að það fólk, kannski frá 60 ára aldri, sem hefur látið á störfum en tilbúið til að koma inn á skólana aftur og bara þannig virkja mannauðinn. Þetta snýst kannski ekki alltaf laun, en þetta snýst að halda þessu þjóðfélagi öllu gangandi sem að við erum þáttakendur í. Það svo margt sem kom í hugan á en ég ætla bara að hætta núna og þakka bara fyrir góðan fund, en ég ætla bara rétt að geta þess að við erum að byggja fyrir eldri borgara eins og búið að koma hér fram. Við erum með 409 íbúðir félagið í dag, félagið eldri borgara. Við erum að byggja 68 íbúðir upp í Árskógum. Við ætlum að gera þar vin í samráði við bæði meiri hluta og minni hluta í borginni. Við erum að gera þar bara vin fyrir eldri borgara og við erum fann að breiða þess úr okkur. Og ég ætla bara að segja það hér og nú að við ræddum við búsett í morgundagur og við eftir að viðra við hugmynd í þeim efnum. Þannig að við erum ekkert, en þar erum við, Þórunn, góða vinkona, erum við að hrúa saman eldri borgum. En við ætlum að gera bara þetta góða vin að það verði, og við vitum það vel, að það slegist að fá að búa þarna. Og við þurfum bara meira húsnæði og það kannski það sem ég ætla að byrja og eingöngu tala Hættum að tala og förum að vinna í öllum þessum málum. Takk fyrir. Það Gísli Jafetsson lokið máli sínu og borgarfulltrúi Áslaug Friðriksdóttir næst á mælendaskrá. Forseti, borgarfulltrúar og gestir. Mér langar nú eins og aðrir að þakka kærlega fyrir fundinn. Ég held að sé mikilvægt að við hittumst og svona hlustum hvort á annað eða aðalega við hlustum á ykkur sérstaklega og hvað þið hafið að segja.
Það mjög mikilvægt. Við erum auðvitað alltaf að fást við ákveðna stefnumörkun og sitjum í ótal hópum og erum að reyna einhvern veginn að draga saman réttu orðin í því formi þannig að annað fólk geti skilið það og skilið á hvaða leið, hvernig við ætlum að bregðast við þeim verkefnum sem við erum að fá í hendurnar hverju sinni. Og mörg eru alveg ágætt og við erum auðvitað svona að vinna mjög samstíga af þeim. Hins vegar svona langar mig að því að Skúli fór hér inn á ákveðna pólitíska leið sem ég bara hreinlega get ekki setið undir án þess að þá að minnast á að ef að menn ætlar að fara að standa hér á þessum góða fundi og fara að benda á hvað hægri stjórnin hér var að gera sem var nú bara á sömu leið og við hér að reyna að vinna því að bæta hag eldri borgara og öryrkja. Þannig var nú það, Skúli minn. Þannig hvernig væri þá að líta bara aðeins í eigin barm og skilja það að það er ekkit, það má líka taka til heimi á sér. Við sjálfstæðismenn höfum allt kjörtímabili til dæmis verið að tala það mætti lækka orkugjöld, það mætti endurskoða fráveitugjöldin. Þetta stór hluti húsnæðiskostnaðar eldri borgara. Í stað þess hafið þið ákveðið að taka arðinn út úr orkuveitunni til þess að fjármagna gæluverkefni sem geta ekki talist. Þau bara geta ekki talist einhver forgangsverkefni sem við þurfum nauðsynlega að halda og meðan við ættum auðvitað að vera að horfa á verkefni sem eru lögbundin og okkur ber að vinna sem eru meðal annars flestu verkefni sem við höfum verið að ræða í dag. Það má þetta nefna fleira, ég meina eins og bara lækkun fasteignaskattana sem núna fara í gegn þegar nota bene við erum á toppi hagsveiflunar og það ekki að gerast fyrr. Það með ólíkindum að þess að þetta reka fyrirtæki í því góðari sem við höfum orðið vitni að undanfarin ár með þeirri skuldasöfnun sem hér hefur átt sér stað. Það má gagnrýna ótrúlega margt hjá meirihlutanum og mér er svo merkilegt að þá sé hann að nýta þennan fund í að fara einhvern veginn að róta upp einhverju skítkasti á hægri stjórnina. Bara fyrirgefðu vinur minn, ég bara sit ekki undir því og mér þykir ekkit heldur gaman að vera að þylja þetta allt hér upp. Ég held þetta ætti að vera meira svona, vinarlegur fundur í góðu andrúmslofti. En því miður þá bara gat ég ekki alveg setið brosandi og hljóðalaus undir þessu. Þannig að ég vonið fyrirgefi það og svo ég taki upp jákvæðara hjal, þá eins og Ilmur kom hérna inn á áðan, þá erum við að vinna af alveg óskaplega góðum verkefnum inn á milli saman og þar sem við erum öll að leggja hausinn í bleyti og reyna að hitta fólk og kalla til okkur aðila sem geta kennt okkur og geta hjálpað okkur að móta sem besta stefnu, móta sem besta þjónustu og láti gott á okkur leiða. Þetta erum við öll saman, við erum öll að reyna það. Við getum alveg farið í alls konar skítkast, við þurfum þess ekki neitt. Mér finnst frábært að við séum farin að hittast út af velferðartækninni. Þetta mál sem við sjálfstæðismenn höfum alveg sérstaklega rætt mikið og það hefur verið okkar frumkvæði sem meðal annars hafa farið fjármunir í þau verkefni núna og mér finnst bara æðislega gaman að sjá að það orðið að raunveruleika. Við erum farin í alvöru að fara fá eitthvað út úr þeirri umræðu sem hefur tekið 4 ár án þess að mikið áþreifanlegt hafi staðið eftir. Svo það nú oft þannig að með aðalskipulag og skipulög mörg hver og bara alls konar stefnur, þá mættu við alveg fara að vinna meira á þann hátt að við sjáum áþreifanlegri, að við og aðrir sjáum það á áþreifanlegri hátt hver árangur slíkra stefnumótunar Því að oft vantar það. Þetta megi ekki vera einhvern veginn svona orð þar sem við getum ekki áþreifanlega bent á, heyrðu, þetta að skapa okkur svigrúm til að gera enda betur, til þess að spara pening, til þess að koma betur á gera betri þjónustu, koma betur til móts við fólk og svo framvegis. En ég sé að það verið að fara að skamma mig, þannig ég ætla að drífa mig hérna. Takk kærlega fyrir fundin. Borgarfulltrúi Áslaug Friðriksdóttir lokið máli sínu. Það eru 2 borgarfulltrúar
eftir á mælendaskrá, svo loka ég fyrir mælendaskrá, við erum að brenna á tíma, fyrirgefiði, það er 1 borgarfulltrúi Heiða Hilmisdóttir og svo Sjöfn Ingólfsdóttir. Heiða Hilmisdóttir, gjör svo vel. Forseti, borgarstjórar og formaður öldungaráðs og öldungaráð og borgarfulltrúar og þið gestir sem eru hérna með okkur ennþá, frábært að sjá okkur. Það er sannarlega gaman, mér finnst alltaf svo gaman á þessum fundum af því að það kemur svona kraftur og svona ákveðni upp og við fáum hugmyndir og kraft líka til þess að halda áfram með þær hugmyndir sem við höfum verið að leggja fram, eins og hugmyndin að stúdentar geti fengið að leigja íbúðir í þjónustu íbúðakjörnum. Við höfum verið að vinna með það og laga það fram í vetur í velferðarráði. Nú fyrir við að ýta eftir því aftur, þannig að það er frábært. En ég kannast svo sannarlega við það að eldri borgarar haldi samfélaginu uppi, eins og Guðrún kom inn á. Það er auðvitað þannig að mikið af fólki á mínum aldri og svona, sem eiga lítil börn, treysta svolítið mikið á ömmur og afa til þess að hjálpa til og við gætum uglust ekki sinnt öllum þeim verkefnum sem við erum að sinna, við hefum ekki þann stuðning sem við höfum af eldri kynslóð. Og ég var að hugsa þetta þegar Guðrún var að tala á hann, ég var að tala við dóttur mína, hún var að fara að sofa í gærkvöldi og við vorum að tala fyrirmyndir og hún sagði, ég held að Sara Larsson sé fyrirmyndin mín og ég veit ekki hvort ég veit hver Sara Larsson er, en hún er 19 ára sænsk popstjarna. Og þá á ég 2 fyrirmyndir, það er amma og Sara Larsson. Og mér varst það eitthvað svo krúttlegt, því amma hennar er auðvitað ótrúlega stór og mikilvæg manneskja í hennar lífi. Þannig að ömmur eru stuðningur en það eru líka mikilvægar fyrirmyndir. Við eigum auðvitað ekki að líða það að fólk búi í fátækt, alls ekki, og það eru aldraðir sem búi í fátækt, en við eigum auðvitað ekki að horfa á hópinn eldra fólk þannig eins og allir séu fátækir. Og ég kannast vel við það á umræðinu hjá okkur stjórnmálafólki. Okkur hættir oft svolítið til þess að alhæfa og flokka fólk í hópa. Og ég fór einmitt þarna á sýninguna upp í Gerðubergi. Þórunn Sveinbjörnsdóttir hvatti mig til þess að skoða allt glaða gamla fólki og þetta var alveg frábært. Og við höfum svolítið verið að reyna að passa okkur á því núna í liðinu kosningabaráttu. Við vorum að birta einhverja myndir hjá Samfylkingunni af gömlu fólki. Við ætlum að reyna að nota svolítið einhverja hressa og svona. Ekki vera alltaf að fara í stereotypurnar fólk sem er komið á hjúkrunarheimili. Það eru mjög fáir, jafnvel kannski fullfáir, svona miðað við þörfina. En borgin okkar á að vera skemmtileg, hún á að vera lifandi, hún á að vera fyrir alls konar fólk og auðvitað á hún að vera aldursvæn. Og ef hún er aldursvæn, þá er hún líka væn fyrir okkur hin. Það er mjög margt af því sem kemur fram í greiningum á aldursvænum borgum sem hentar líka fólki sem er með lítil börn. Það er æðislegt að hafa bekki reglulega og það er frábært að hafa öflugar almenningssamgöngur og hafa stutti í á græn svæði og fleira. Þetta er ekkert endilega alltaf eitthvað svona sérstaklega fyrir eldra fólk. En það er sjálfsagt að huga því líka og þess vegna hlakka ég svo til þegar þetta kort kemur sem að borgarstjóri hefur verið að undirbúa og segja okkur frá. Af því að ég vonast til þess að vera sendt heim til allra og fólk einhvern veginn gerir sér þá grein fyrir því hvað það er margt í boði. Því stundum þarf maður líka að fá smá áminningu það sem er í boði. Og það fann ég vel sem fulltrúi í velferðarráði þegar við sendum út bæklingin það sem er í boði á vegum velferðarráðs, félagsmiðstöðvarnar og annað. Að það voru margir sem voru ekki búin að átta sig á því hvað það væri margir staðir sem var hægt að fara á og hvað það væri margt sem var hægt að gera. Þannig að ég held að það sé mikilvægt líka að við minnum alltaf á hvað er í boði og hvað við erum að gera til þess að hjálpa eldri borgurum að efla heilsu sína, halda heilsu og jafnvel styrkja heilsuna, bæði líkamlega og andlega og félagslega. Og það er ekkert síður mikilvægt. Þannig að þá komið hérna inn á áðan að eldra fólk treysti á bíl. Ég held að það sé ekki þannig. Ég held að almenningssamgöngur séu alls ekki síður mikilvægar fyrir eldra fólk heldur en fyrir annað fólk. En mér langaði að koma með eina spurningu, ef ég má, til formanns öldungaráðs. Af því nú erum við að tala að Blönduborg sé best og sé best að blanda saman í hverfinu og svona. Hvort að það sé ekki góð hugmynd að við blöndum meira starfinu sem er í
miðstöðum eldri borgara eða félagsmiðstöðunum í hverfunum sem eru núna sérstaklega kannski miðar við eldra fólk, en mig er alltaf langað einhvern til þess að sjá þetta meira svona eins og miðstöðar fyrir hverfin. Og við langar svolítið að heyra kannski hvort það er eitthvað sem að þið sjáuð sem að væri hamlaðar á móti því. Það var borgarfulltrúi Heiða Björk Hilmisdóttir lokið máli sínu og síðust á mælendaskrá er Sjöfn Ingólfsdóttir. Góðan daginn, ágæta samkoma, því sem sitjum við háborðið og þið hinn öll hinn. Mér langar bara til að leggja hér örfá orð inn í þessa umræðu starfslokin. Í kjarasamningum starfsmanna Reykjavíkurborgar var allmörg ár heimildarákvæði sem heimilaði 70 eða 68-9 ára einstaklingi ef hann hafði þrótt og getu til og löngun að vinna til 72 ára. Það var sótt það, sérstaklega að mig minnir til borgarráðs, ég man það þó ekki alveg fullkomlega, þetta allt saman til í skjölum starfsmannafélagsins og ef leyfi fékkst þá unnu menn til 72 ára. Nú síðan var þetta aflagt því að 1990 þá greip mikil æskudýrkun þjóðina og allir voru orðnir gamlir þó þau væri bara 59 eða 60 ára að það þurfti nú að fara hún Sjöfn að verða svolítið gömul. Hún er nú farin að hætta að sinna þess eins og hún gerði þegar hún byrjaði þarna 20. Þannig að eigum við ekki bara bjóða henni að minnka við sig og ég bara vara við hugtakinu sveigjanleg starfslok. Þetta er fallegt orð og ég veit alveg hvað það aftur við í dag og ég veit að þið meinum allir mjög gott með því. En ég veit bara líka hvað gerðist með þessu hugtaki sveigjanleg starfslok þegar fólk fór eitthvað aðeins að láta undan síga í starfsorku. Þá var farið að ræða það, nú ekki Sjöfn ágætt og Sjöfn víki nú svolítið og við bjóðum henni bara góðan díl og hún fer bara á eftirlaun eða við flýtum fyrir því og hún komist á eftirlaun og svo framvegis. Ég veit að það er úti á mörkinni er fullt af fyrrverandi stjórnendum, fyrrverandi mjög góðum borgarstarfsmönnum sem ég þekki best sem að enduðu sitt starf hjá Reykjavíkurborg og allt í góðu, þetta var ekki, ég er ekki að tala með neitt að vera vondur, en enduðu þetta kannski fyrr heldur en þau hefðu þurft að gera. Og ég er alveg viss það að góðir yfirmenn borgarna sem þeir upp til hópa eiga ekki neinu vandræði með að gera þetta öðruvísi. 55 ára kona út á vinnumarkaðnum, hún má alveg fara að passa sig. Þetta var síðast í morgun í útvarpinu var verið að tala konu 55 ára gamla sem var ekki lengur vært á sínu vinnustæði, hún var ekki lengur vinsæl á sínu vinnustæði, hún þótti bara orðin of gömul. Hún var ekki andliti sem passaði í þann veruleika sem fyrirtækið vildi sína út á við. Og þá er ég ekki að tala bara Reykjavíkurborg. Reykjavíkurborg hefur almennt verið góður húsbóndi og það hefur verið gaman að vinna fyrir starfsmenn borgarinnar. Takk fyrir mig. Það þurfum við alveg að ljúka þessu og þá hefur Sjöfn Ingólfsdóttir lokið máli sínu, Þórunn Sveinbjörnsdóttir hefur óskað eftir því að gera stutt athugasemd. Já, mér langaði aðeins að benda á að það kom hér fram í málinu áðan að bæði tölvulæsin væri svo há hér á landi. Danir telja sig vera búin að klára þetta. Þeir eru með 100 datastofur og núna segja þeir það er bara allir Danir konir í gegn. Það er reyndar ekki alveg rétt hjá þeim en þeir eru konir mjög langt. Hitt sem ég vildi segja við ykkur er það að Félag eldri borgara hefur hjálpað fjölda skóla við að fá aðstoð til að hjálpa börnum að læra að lesa eða lesa heima og við höfum líka vitneskju það að skólarnir allt í kringum okkur eru með tölvukennslu. Breiðgerði skóli kemur út í Hagagarð og hjálpar fólki þannig að það er ekki bundið við eitt skóla en það er í raun og veru enginn sem að stýra þessu að hafa yfirlit yfir það. Það er kannski það góða sem þið getur gert en við fengum meira sér viðurkenningu fyrir 3 árum fyrir að ýta við
þessu samstarfi við unga fólkið og ég vil bara að lokum segja við ykkur, erlendis í Danmörku verið að kjósa öldungaráðin leið og borgarstjórnarkosningar. Það bara stillt upp 10, 20, 30 nöfnum og velt upp og það kosið í leiðinni. Og þeir segja að þetta gangi mjög vel. Þetta svona lýðræðisleg hugsun. En bara lokum, kæra þakkir fyrir þetta. Eina sem ég vildi segja við borgarstjóra, hættið að nota svona mikið salt. Það búið að salta Sogaveginn 3 svar í dag og við bara erum að keyra í eðjunni en ekki snjó. Takk. Þá hefur Þórunn Sveinbjörnsdóttir lokið við það að gera stutta athugasemd og ef gestir brenna ekki inni með einhverjar loka eða einhverjar spurningar eða athugasemdir þá ætlum ég að leyfa borgarstjóra að koma hingað upp og svara því sem að honum var beint. Kæru fundamenn og formaður öldungaráðs og forseti. Mér var svo fallegt orðalagi sem Guðrún notaði, góð borg fyrir gamla, það er svo afslappað og ég held að við eigum að nálgast þetta afslöppuð ekki í þeim skilningi svona afslöppun í merkingunni iðleysi, þetta er afslöppun í merkingunni við erum að fást við lífsgæði, við erum að búa til lífsgæðaborg og við erum að gera allt sem að gerir borgina betri þannig og Jan Gehl, sem hér var nefndur, lagði mitt grunninn að mörguleyti eða innleiddi þá hugsun fyrir marga átt að sjá því að gönguborgin, sem Guðrún nefndi, grunnurinn að lífsgæðaborgin, að borgin sé hugsuð á forsöndu mannsins. Hér voru bílanefndir og það er eðlilegt í skipulagslegu samhenginu. Munum bara eitt í allri þeirri umræðu að nú er þrengt að bílum, sérstaklega síðustu 2 ár og það aðrir bílar sem gera það. Það engin annar sem að þrengja bílum heldur en aðrir bílar, þess vegna komast þeir hægar yfir og við þurfum öflugar og öflugri almenningssamgöngur til þess að fólk þurfi ekki að sitja svona fast í bílunum sínum svona lengi. Þannig er það hér, þannig er það í öllum borgum og þess vegna þarf fjölbreyttari ferðamáta. Þetta hefur nýlega verið staðfest í úttekt sem við unnið með vegagerðinni, sveitarfélögin og höfuðborgarsvæðinu. Þetta er það sem helst er til ráða. Við getum sett 10 og reynar 100 milljarða í alls konar gatnaframkvæmdir án þess að það bæti umferðina svo neinu nemi þar sem þarf að breyta ferðavenjuna. Og það gildir fyrir alla aldurshópa og auðvitað eru engir faramótar sem eru fyrir alla en allir þurfa einhvern faramót og við þurfum að mæta þörfum hvers og eins og hafa þetta eins fjölbreytt og hægt er þannig að þetta gangi eins greiðlega og hægt er. Skúli og Sjöfn komu inn á starfslokinn og dæmi sem hér var nefnt af leikskólastjóra sem gæti vel hugsað sér að vinna áfram. Mér finnst bara að við að taka á því og opna fyrir það í takt við þá stefnu sem við rekið. Ég vissi ekki að þetta hefði verið inn í kjarasamningum en farið út eins og Sjöfn var að nefna en þetta hefur líka verið inn í lögum og fráfarandi félagsmálaráðherra Þorsteinn Víglundsson var reyndar búinn að boða breytingu á lögum til þess að losa þessi svona skýru mörk sem þarna eru en ég hef líka talað fyrir því núna í manneklunni að við ættum kannski að auka þennan sveigjanleika, kannski átti ekki að þurfa að velja á milli þess að vera leikskólastjóri í fullu starfi eða leikskólakennari eða leikskólastarfsmaður í fullu starfi, kannski getur verið á svona afleysingalista eða íhlaupalista, þannig að þegar þú ert ekki í golfi eða ekki á Kanarí og til í að taka skorpu í einhverja vikur og það er til dæmis veikindi eða mannekla að þá geti leikskólastjóri hóað í þig og hef óskað eftir því að það verði kannað grundvelli þess að vera með svona lista þá reynst starfsfólks sem að hefur bestu meðmæli til þess að vinna á leikskólanum. Mér finnst merkilegt hvað hænur báru mikið á góma, ég átti ekki alveg von á því og vil bara minna á það að allir í borginni geta haft hænur, ekki hana, alltaf 4 hænur
og það er þetta sækjum þá þar til gerðum eyðublöðum. Varandi, það er nú leiðilegt að Pétur Gunnarsson sé farinn því að honum var hugleikið að það verið að byggja mikið af nýju í borginni en það var heldur aldrei verið endurgerð jafn mörg gömul hús og það verið aldrei verið vernduð jafn mörg eldri hús sem áður mátti rífa í gegnum skipulag eins og við endurskoðun á öllum þessum skipulagsreitum hér í miðborginni. Við þurfum nefnilega ekki bara að nefna Gröndalshúsið, við getum líka nefnt merkilegt nokk Allianshúsið sem áttu áður rífa. Við vorum að endurgera Marshallhúsið, það máttu nú reyndar aldrei rífa það, en við erum að endurgera gömul hús sem áður máttu rífa á Hljómalindarreit, á reitnum sem kendur við Barónsstíginn, þar sem að gamalt Guðjón Samúelssonar hús verður endurgert. Það er líka verið að endurbyggja gömlu fiskhöllina með upphaflega hornturnunum og Exeterhúsi sem reyndar var farið illa með á dögunum. En þannig eru fjölmörg dæmi hús sem að núna verður ekki bara haldið til haga heldur verða endurgerð í upprunalegri mynd. Gísli nefndi samveru barna og eldra fólks og hún er mikilvæg og við þurfum að opna fyrir það og það hefur verið gert í ýmsum hverfum, til dæmis í tengslum við Gerðuberg og marga samvinnu þjónustu kjarnana og nálægra leikskóla. En ég vil taka undir þakki fyrir góð samskipti við félag eldri borgara og forystu eldri borgara og það er sannlega mannauður yfir 60+ sem við viljum nýta. Ég er ekki viss ég hafa alveg skilið sneið Áslaugar til Skúla Helgasonar en hún hélt vissulega hér mjög flokkspólitíska ræðu og ég veit ekki alveg tek undir með henni ef það átt að skilja það þannig að þetta veri kannski hvorki staður eða stund fyrir ræður af því taginu. En að öðru leyti vildi ég bara fá að þakka fyrir þetta. Það er þetta með saltið, það er ýmist og mikið að lítið af því. Ég held að grundvallaratriðið sé að borgin sé örugg og góð yfirferðar. Það er markmið okkar með söndunni og saltinu og því að vera ekki núna bara að moka akstursleiðir, heldur líka göngu og hjólaleiðir því að þannig er borgin góð fyrir alla. Allan aldur og allt fólk í öllum hverfum alla daga. Takk. Það er borgarstjóri lokið við að svara spurningum og telst þessum dagskrárlið lokið. Þá kemur formaður öldungaráðs Guðrún Ágústsdóttir hingað upp og lokar þessum fundi. Gjörðu svo vel. Forseti, góðu fundamenn, þetta hefur orðið langur fundur og fólki liggur mikið á hjarta sem er alveg frábært, svo ekki sé meira sagt. Og nú eru þið svo heppin að ég ætla ekki að fara yfir hverja einustu ræðu og fara yfir hvað fólk sagði. En hins vegar þá ætla ég að byrja á því að svara henni Heiðu, af því að hún spurði mig hvort ég gæti, og við þarna kannski öldungaráðinni gætum séð fyrir okkur félagsstarfið og miðstöðurnar kannski á breyttan hátt og svarið er í rauninni já. Ég held að það sem borgarstjórinn nefndi núna með Gerðuberg, þar sem félagsstarfið er í tengslum við mjög margt annað, þar sem er blandaðir hópar, börn og gamlir, ég held að það sé það æskilegasta sem til er og ég held að það sé frábært líka að miðaldra fólk geti komið og kannski verið í jóga einhver staðar á meðan aðrir að gera eitthvað allt annað. Sem sagt, því meiri blöndu því betra er það sem ég finnst skipta máli. Borgarstjóri talaði náttúrulega moka sand og salta og nú búið að skamma fyrir þetta með að salta, gjöra svolítið moka meira og salta meira er eiginlega svolítið niðurstaða þessa fundar. Það sem hann nefndi líka og er mjög mikilvægt er
Menningarkortið 67+, heilsu og menningarkort og það mjög spennandi. Pétur Gunnarsson var auðvitað í svona nostalgíukasti eins og kemur oft fyrir okkur sem erum 70 og það sem mér fannst líka skipta máli sem hann sagði að hann var með beina tillögu Laxneshúsið á Laugaveginum. Það kannski hét ekki að þarna var einhvers konar starfsemi sem tengdist Nóbelskáldinu og það héti þá ekki I don't speak Icelandic í einu orði heldur kannski bara, við þurfum að láta okkur þetta eitthvað hutildum, gerpla eða eitthvað slíkt. Og Kjartan talaði velheppnað verkefni sem samtök og félög hafa unnið að með uppbyggingu íbúða og hann hefur svona áhyggjur af því að þrengja ekki á mikið að einkabílnum og Ólöf talaði náttúrulega mikilvægi hverfaskipulagsins og að bíllinn mengi mest, sagði hún, og hún sagði að börn og ýmsir teldu að það væri frábært að geta náð á 20 mínútum gangandi í alla þá þjónustu sem þarf. Svo opnaði Þórunn okkur glugga út í heim og sagði okkur að það yrði líka að vera gaman. Svo voru bara fjörugur umræður sem ég ætla ekki að fara yfir hér, en meðan á öllu þessu stóð þá hugsaði ég með mér, hvar er best að búa í Reykjavík? Og ég er með svarið. Það er best að búa í Mávahlíð 30. Þar á ég heima. Í næsta húsi við mig er Sunnubúðin. Þar fyrir framan er strætisvagnastoppistöð. Heilsugæslan er á næsta horni í næstu hlíð sem er Drápuhlíð. Grænu svæðin eru Klambratún, Öskjuhlíð, ég meina allt í kringum okkur. Við erum svona 14 mínútur að labba í Sundhöllina. Við erum álíka lengi að labba í Kringluna. Þar eru veitingastaðir. Í Suðurveri er kaffihús og kjúklingastaður og hreinsun og klipping og allt. Þannig að, sem sagt, Mávahlíð 30 er besti staður í heimi þótt við að veri leitað. Takk kærlega fyrir samveruna og fund er slitið. Guðrún Ágústsdóttir loki máli sínu og rétt í henni fundi er slitið 4:30. Ég segi takk fyrir og góða ferð og takk fyrir að kjósa Reykjavík og við munum bjóða upp á léttar veitingar. Nú er það sko.